Já, komið þið sæl, þennan ágæta sunnudag, sýnir Egils heilsa eins og venjulega. Við sýnum hérna bræðurnir Sigurjón Magnús og Gunnar Smári. Og hér á eftir, þá kemur til okkar Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. En við ætlum að byrja hérna vettvangi dagsins og það er Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Friðjónsson og Arna Magnea Dængs. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Það er náttúrulega svo margt að tala, en bæði hérna heima og út í hinu stóra heimi. En byrjum hérna aðeins með fjárlög ríkisstjórnar. Nanna, þú náttúrulega stingi, þú endalega lesið þetta. Já. Og Friðjón bara á áhuga og Sandra. Já. Það er svona, sko, ríkisstjórnin er núna, sko, fjárlaga frumvarpið sýnir stefnu ríkisstjórnar. Þetta er svona pólitískasta plagg á hverju ári og nú liggur það fyrir. Og hér höfum við svo að við hissa og mörgu, handbælt. Já, ég byrja. Já, þú ert að þingi. Það má ég hafa langa tíma. Nei, hérna... Stoppaði bara. Já, nei, þetta þetta nú sýna þau á spilin. Já. Og spilin eru ekkert í líkingu við það sem er búið að boða. Raunveruleikinn sá, það er ekkert aðhald í þessu, en það er alltaf verið að telja okkur trúum eitthvað sem er ekki. Það eru meiri hækkun í þessum útgjöldum sem sagt milli árna 25 og 26 heldur milli 24 og 25. Staðreyndin líka svo, það eru engin útgjöld, engin ríkisstjórn sem hefur boðið jafn mikil útgjöld. Aðhaldið er í raun og veru einhvers konar leikrit frá þeirra eigin áætlun, að þau sem sagt er að eyða aðeins minna en þau ætluðu sjálf í mars. Í ofanálag við þetta þá er á þess að ég ætla að fara djúpt í eitthvað nýja stöðuleikareglur sem hefur verið að tala um að sé rosalega flott, þessi ekki hægt að eyða miklu. En hvað gerist? Þetta er allt hlutföll. Þau eru að bæta við skuldum. Þau segist að draga úr skuldum. En þau eru að bæta í, en vilja alltaf bara miða við... Hluti af hildinni. Já, en það gefum bara tækifæri að taka aldrei á útgjöldunum. Af því að vandamál ríkissjóðs er einfallega á útgjaldahliðinni. Það er ekki á tekjuhliðinni. Þarna er ekkert gert til að draga úr útgjöldum. Það er bara bætt í eins og þau segja tekjuhliðina, hækka skattar eða gert ykkur aðra breytingar, en þetta er ekki aðhaldsamt, þannig að við þurfum aðhaldsam fjárlög núna til þess að ná hér niður vöxtum og verðbólgu. Og það hef ég því miður ekki trú að verði með þessu frumvarpi. Er þá eitthvað sérstakt í frumvarpinu sem þú myndir blása af ef þú ættir að svona við? Já, ég get alveg farið að taka ykkur ákveðna punkta út úr því. En eitthvað stórt, sko. Já, en ég held að það sé nefnilega málið. Það þarf að bara aðeins fara nokkur ára aftur í tíman, fyrir COVID-ári, fyrir Grindavík og segja bara, hvar fóru út af leið? Því að við vitum alveg að hér var vinstri stjórn sko í 7 ár sem að Sjálfstæðisflokkurinn endanum sleit af því að honum var kannski orðið nóg þannig að þetta er búið að vera að aukast útgjöldin ár frá ári, en ég held að upplifa enginn að við séum að fá meira fyrir peningin. Ég held að þessi enginn að út að segja, nei, nú eru komið betri heilbrigðiskerfi, nei, menntakerfi, það er orðið frábært, það er ekki þannig. Það er bara allt að hrunu komið, alveg sama þó þessi búið að bæta í, þannig að við þurfum bara að staldra við, taka út allt rugli. Ég held að sé svo mikið ruglan inni, sjáu eins og alla þessa skatta í loftslagsmál. Við vorum að fá svara ykkur fyrirspurn, 140 milljarðar á nokkrum árum. Við búum hér á landi, það sem endurnýjanleg orka er sko bara eins og hvergi annars þar. En samt eru þjökuða samviskubiti og greiðandi skriljónir í staðan fyrir að aðeins að hugsa bara hvað með heilbrigðiskerfi, hvernig getum við bætt það, hvernig getum við, erum við að setja peningan á réttan stað og ég held ekki. Friðjón? Já, sko... Og þú er með þess að líka aðstofmaður fjármálaráðherra? Nei, ég var aðstofmaður Bjarna fyrir 15 árum síðan þegar við vorum í stjórnarandstöðu. Þannig að ég var ekki... Tími líður allt. Já, og þetta voru eitthvað svona 1,5 ár tæft. Það sem Nanna var að segja sko,
tryggarum minn næstu því að fara að tala sko, fjármál Reykjavíkurborgar. Því að þetta óbúðslega keimlíkt. Það að segja að það ekki verið að taka til á útgjaldahliðinni. Það er stólað á auknar tekjur og síðan á það að vera hinn góða mynd. Við höfum séð það síðan sko undanförnum árum að ef það er meiri umsvif í samfélaginu þá það tekjurnar ennþá meiri, þannig að það getur alveg gerst að þau komi mögulega sko að ári liðinu eða einhvern tímann seinna og sagt þetta var miklu betra heldur en við byggust við vegna þess og við skiluðum ekki 15 milljarða halla. Það var hins vegar tækifæri til þess að skila hallalausum fjárlögum og það held ég hafi verið mistök hjá ríkisstjórninni að skila ekki hallalausum fjárlögum til þess að sýna þetta er 15 milljarðar. Já. Af 1600. Af 1600, sko. Já, samt 15 milljarðar mikið. Já, ég veit það. En þetta er svo lágt hlutfall af heildar púljunni. Bara það að selja Landsbankann. Það að segja hlut ríkisins í Landsbankanum. Gæti lækka vaxtagjöldin þannig að þau gætu færi langleiðinni með að skila hallalausum fjárlögum. Hvað eru vaxtagjöldin stór hluti af útgjöldum ríkisins? Næst stærsta eða þriðja stærsta útgjaldaliðurinn? Smári manstu það? Er ekki þriðja stærsta? Annar með þriðja, hvort. Þriðji mestu útgjöldin hjá okkur eru vaxtagjöld. Það ekki góð nýting af fjármagn. Nei, alls ekki og ég ekki að segja að það sé þessar ríkisstjórn að kenna. Þetta er bara, þetta er þróun sem hefur undanfarin ár. Þetta er arfleið Bjarna Benediktsson, getur þú sagt? Þetta er arfleið síðustu ríkisstjórnar, það er alveg rétt. Þegar að við fyrir COVID að þá voru, ég held að sko útgjöld ríkisins hafi vaxið 50% með við hver útgjöldum voru 2019. Þannig að það eru mistök og það er eitthvað sem Sjálfstæðisflokkur þarf að takast á við og feysa, svo maður noti nú kjarnert íslenskt mál. Já, þó ég sé ekki trefin Allir skiljið hvað það var. Já, en þó ég sé ekki trefin að taka upp hanska fyrir Sjálfstæðisflokkinn af því að þetta var alveg ömurlegt hvernig þessi ríkisstjórn fór með útgjöldin lengi vel, það voru hann var alveg einvegin. Já, ég segi, en það er samt staðreind að þau voru á ákveðnum árum að eiga við risastór verkefni. Þessi ríkisstjórn er ekki að því núna, en hún er að bæta í. Hún er með meir útgjöld, þannig að ég held að 15 milljarða þess vegna var tækifæri til þess. Þess vegna tækifæri, sko. Má ég segja eitt í viðbót, það eru síðan sko atriði í fjárlögunum sem að svona veki hjá manni ákveðna áhyggjur og ég er ekki mótfallin því að við séum að stytta til dæmis atvinnuleysispótaréttinn sem er sá lengsti sem í Vestur-Evrópu en það er það ekki. Já, eitt sá lengsti. Það er lengra bæði í Finnlandi og í Noregi. Já, það sem að þetta mun síðan hafi í för með sér og við verðum að vera vakandi fyrir, við sem erum á sveitarstjórnarstiginu, er það að þegar að fólk er í langtíma atvinnuleysi og ef það fær ekki vinnu á þessum tíma, þá lendir það í fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögunum. Og það er ákveðin hætt á því fyrir okkur sem erum á sveitarstjórnarstiginu að við fáum einhverja holskeplu af fólki. Nei, það er það ekki. Vegna þess að þú veist, stjórnmálamenn gerir þetta alltaf, þeir mála alltaf skrattan á vegginn og allir hinir eru ómögulegir og við erum þau sem þurfum að komast að til þess að laga allt sem að hinir gerðu rangt. Í staðan fyrir að bara horfa á þetta heildstætt og hugsa hvar eru raunveruleg vandamál og akkur eru þessi vandamál. Við erum að sjá ekki bara á Íslandi alls þar í Evrópu að ríkisstjórnir eru að safna skuldum og þau safna alltaf meiri skuldum og meiri skuldum og meiri skuldum að þá er kerfið ekki sjálfbært. Og akkur er kerfið ekki sjálfbært? Það er vegna þess að það er búið til þannig að það eru ákveðnir aðilar og það er ekki hægt að neita því að það eru mjög fjársterkir aðilar sem græða á verðbólgu. Þeir græða á misskiptingu, þeir græða á því að sé hátt vaxtastig. Því meiri peningar sem það átt, því meiri peningar myndu eiga ef að verðbólgan er há, því að þá hækkar vextinni einir. Því minna sem það átt, því meira taparu. Og alltaf þegar það er verðbólga, há verðbólga og vaxtastig, það bitnar alltaf á launþegum. Og mesta ruglið sem hafi verið sagt er að það sé verkastétt og millistétt og þessi stétt og önnur stétt. Í raun og veru, þá eru bara tvær stéttir. Þeir sem eiga skítna á peningum og þau sem þurfa að vinna fyrir þeim.
og það verkastéttin og það eru við nánast öll og við þurfum að breyta svolítið kerfinu og hugsa þetta heildstætt og ég held að mjög margar ríkisstjórnir, hvort sem það eru þetta hægri, vinstri eða miðinni, séu að reyna svolítið að halda sjó vegna þess að þú ekki að breyta kerfinu. En við þurfum líka að fara að hugsa það að hér á Íslandi að það hafa hnattræn hlýnun áhrif. Það hefur nú þegar rannsóknir sýnt að það ekki nema kannski 100 ár þangað til verið óbyggilegt. Þannig við þurfum að taka ábyrgð þar líka. Þannig að hækka tekjuhliðina með því að fara að skattleggja þá sem að hafa verið að græða á verðbólgunni, vöxtunum og auðlindum allt í kringum okkur. Það bara skynsamleg leið en ekki vitlaust. Þannig að maður á að segja, já, vel gert hvort sem er til hægri eða vinstri, það sem er vel gert. En það má vissulega gagnrýna eins og bara stytta atvinnuleysisbætur. Vegna þess að atvinnuleysisbætur, ef að ég fer rétt með, eru borgaðar af atvinnulífinu eða ekki. Þau borga í atvinnuleysistryggingasjóð. Já, þannig að ríkið á ekki að vera, að breyta þessu, ekki nema þá breyta tryggingagjaldinu. Já, ég bregst ykkur þessu. Ég er bara áhugavert en ég held að þetta sé ekkert svona stórt samsæri. Ég held að þetta snúist bara það að það er fullt af pólitíkusum sem að einhvern veginn segja ekki nei og vilja kaupa sér atkvæði og þess vegna minnki ekki útgjöld. Ég held að ekki úthugsað hjá hverri ríkisstjórn fætur annar sem eyðir. Þetta er áhrif utanfrá, til dæmis. Já, þetta er skoði útgjöldin. Þetta er bara fullt af alls konar. Það er það sem er að gera Ég held að verðbólga þjóni fæstum og þjónar ekki þeim sem að meira sé ekki þeim sem að eiga peninga því að verðbólga er bara rýrnun á verðgildi og gildi peninga. Það er mjög sem á peningin er mjög varinn af Seðlabankanum og fær að hafa 3,5% raun ávöxtun bara með við stýrivexti á meðan að þeir sem að skulda eru ekki varðir fyrir verðbólgu. Já, ég er sammála Nönnu, þetta er ekki svona samsæri einhverja stóra aðila það að Þetta er raunveruleikin að þeir sem eiga peninga eru varðir fyrir verðbólgunni en þeir sem eiga það ekki, þeir bera kostnaðinn. Þeir sem eiga peninga verja sig fyrir verðbólgunni. Já, ég meina að sjálfsögðu reyna mjög margir að verja sig. Þá spyr ég bara að follow the money, ég meina hver græðir á þessu og það eru þeir sem eiga peningin. Það er þannig, eða ekki? Jú, ég segi nú sjaldan mína skoðun en mér fannst með fjárlögin þá var ég fyrir miklu vonbrigðum með ríkisstjórnina. Ég var að vænta þess að þetta yrði með einhverjum öðrum hætti þarna þegar alveg stjórna skipti og þær koma þarna 3% og vilja færa að vinna og Sömuleitt er þetta óbreytt stefna frá fyrir ríkisstjórn og þau eru að gagnrýna fyrir ríkisstjórn sem að hægrið kalla vinstri stjórn og vinstri menn kalla hægri stjórn. Það sem annars vegar það mátti ekki hækka skatta, það var hægri menninni lögðu það til og það mátti ekki skera niður, það var það sem að vinstri menninni lögðu til. Þannig að það var ekkert gert, það var haldið áfram í hallarekstri. Og sömuleitt er þetta vandamál sem er út allan heim, þetta er í okkar heimsluta. Að það er eins og það verið flutt inn til Evrópu að skattar séu skaðlegir, sem er svona úr bandarískum stjórnmálum vegna þess að skattar í Bandaríkjunum fara ekki til þess að reka heilbrigðiskerfið eða miklu minna til svona þjónustu sem við ætlumst til þess að fá út úr skattkerfinu. Þannig að það er svolítið undarlegt þegar Evrópuþjóðirnar sem að hafa flestar eru með svona 40% af landsframleiðslunni sem að fer í því að halda upp í einhver svona velferðarkerfi og svona grunnþjónustu eins og heilbrigðiskerfi og skólakerfi að við tökum það upp að vera á móti sköttum því þá erum við raunverulega á móti því að hafa öflug grunnkerfi samfélagsins sem að þegar maður hlustar í samfélaginu þá er samfélagið ekki sammála því. Það er ég veist að það sé langflestir í samfélaginu sem að horfa fram á niðurbrot innviða, niðurbrot grunnkerfana og líta á það sem stórkostlegan skaða. Þessi skaði er vegna þess að það hefur verið veikt tekjuöflunarkerfið, það hefur verið gefnir skattaafslætti til þeirra sem hafa mesta tekjurnar. Við erum með lægri fjármagnstekjuskatt heldur en allar þjóðir í kringum okkur. Við erum ekki með eignaskatta. Við erum með lægri tekjuskatt fyrirtæki heldur en allar þjóðir í kringum okkur og þar undir götunum. Þannig að við gefum eftir mikið af skatttekjum og þess vegna þurfa ríkisstjórnir sem mega ekki hækka skatta en vilja einhvern veginn má ekki skila halla á ríkissjóði og það má ekki fjárfesta, ríkissjóði getur ekki fara út í fjárfestingar. Tilhneigingin er svo að vera bara með hæga
og svolítið svona dauða hönd af allri opinberri þjónustu sem að hægt og bítandi verður lakari og verri og okkur tekst ekki að byggja upp grunnkerfin í takt við fjölgun þjóðarinnar. Þannig að við erum eiginlega föst í þessu og það engin breyting á þessu frá ríkisstjórn Katrínar yfir í ríkisstjórn Kristrúnar. Það eru bara nákvæmlega sama stað. En hvernig stendur þá því, Gunnar, að opinber útgjöld og hlutur ríkisins í efnahagslífinu og í hagkerfinu er alltaf að aukast og aukast og aukast. Nei, þú bara til þá krónutöluna, það er bara vegna þess að verðbólgan hækkar og... Nei, hlutfall hins opinbera... Það er bara sára lítið, sko, það er þá út af vaxtakostnaðurinn. Það er vaxtakostnaðurinn sem það er ekki verið að auka hlutfall. Það var hægt að merkja örlitla aukningu í framlagi til heilbrigðismála með að vera að byggja Landspítalann, en það er ennþá langt undir það sem er í næstu nágrannalöndum. Við erum með umtalsvert fleiri til dæmis við erum með umtalsvert fleiri í opinberum störfum heldur en við vorum með fyrir 40 árum síðan og 30 árum síðan. Umtalsvert fleiri sem hlutfall af heildarfjölda starfandi í samfélaginu. Hið opinbera er alltaf að taka meira og meira til sín og þú málar þetta og þú málar þetta upp sem einhverja dystopíska mynd það að við séum inn í einhverja á leiðin inn í einhvers konar samfélag þar sem að eingöngu hinir hæfustu komast af. Það er ekki svo vegferð sem við erum á. Hvað er samfélagið það? Nei, það er bara ekki svo leið sem við erum á. Við höfum líklega aldrei haft það betur, íslenskt samfélag. Við höfum líklega aldrei verið færri hlutfallslega fátækir heldur en síðustu misseri og síðustu ára og áratugi. Samfélagið er það er umtalsvert þéttara öryggisnet heldur en var fyrir 40 árum síðan og 50 árum síðan og 60 árum síðan. Þó það nú líka. En það er bara að segja. Vegferðin sem við höfum verið á er bara býsna góð. Nei, veistu að þetta kemur alltaf upp. Þú veist, hætti þessu væli og bara sjáu hvað við höfum það gott og þetta er allt svo frábært og þú veist, þetta kemur upp aftur og aftur. En þú veist, bara læknar hafa rita greinar það að heilbrigðiskerfið sé lakara núna, þú veist, 2025 en það var 1975. Það eru færri... Það búið ekki Landspítalann neyðarst í árum saman, sko. Það eru færri sjúkrarúm per, þú veist, 1000 íbúa núna heldur en var 1975. Það eru færri heimilislæknar per 1000 íbúa núna heldur en var 1975. Vegakerfið okkar núna er verra heldur en það var 1975 á mörguleiti vegna þess að malbygg, leið mér að klára, vegna þess að malbygg sem er framleitt núna og er sett á götunar er svo hált að það þarf að vara sérstaklega við nýju malbyggi. Það þurfti ekki að vara við nýju malbyggi 1975. Það var ekki talið hættulegt að keyra nýju malbyggi í rigningu 1975. Þannig að það er margt sem að er ábætnavant. Og við þurfum að auka tekjunar og við þurfum að efla útgjöldin til þess að bara standa í stað vegna þess að með aukinni fólksfjölgun þá þurfum við að auka en ekki draga úr og skera niður. Það er líka algjör óþarfi að vera með bílbelti 1975 sko. Já, það eru fleiri hjúkrunarfræðingar. Það er þörf á fleiri hjúkrunarfræðingum, það er þörf á fleiri læknum, það er þörf á fleiri hjúkrunarrýmum og starfsfólki þar í kring. Þú veist, þetta eru opinber störf. Með fólksfjölgun þá þarf fleiri kennara, það þarf fleiri fólk sem er menntað og síðan ekki gleyma því að stjórnsýslan hefur vaxið gífurlega. Þú veist, það eru aðstofamenn ráðherra, það eru aðstofamenn þingmenna, það eru aðstofamenn þingmenna, það er alls konar fólk í kringum, þú veist, borgarfulltrúar, það er búið að auka við... Frá 15 upp í 30. Já, borgarfulltrúum og það eru aðstofamenn þar líka. Þannig að, jú, vissulega, og það er fáránlegt að á stór höfuðborgarsvæðinu þá séu, þú veist, hvað eru margir bæjarstjórar á sömu launum og þú veist, bæjarstjóri í London eða New York. Þú veist, akkur er þetta ekki bara einn bæjarstjóri? Ef við viljum skera niður þá þurfum við að geta hort á heildarmyndina og sagt hvar getum við skerið niður, hvar er fita og hvar er nauðsynleg þjónusta og þú fer ekki að skera niður hjá fólki sem er að vinna 3 og 4 vinnur bara til þess að geta farið út í bónus og átt mat og nýtt sig og börnin sín. En já, mér finnst þetta bara alveg frábært margt sem þú ert búin að segja og sýnir kannski bara vandan
lausnin ekki að auka útgjöld ríkissjóðs, sko. Ríki þarf ekki, ríki kannski bara ekkert best til þess fallin að reka allt og svo varandi þessum, Gunnar, þessum þú nefnir með skattana, sko, við erum einn skattpíndasta þjóð í heimi og þú ert kannski aðeins að velja þá skatta sem aðrir eru með hærri en ekki það sem við erum með hærri. Hvað er ekki öðru sæti samkvæmt einhverjum OECD lista yfir það sem borgar mestu skattana en allt sem að Arna nefnir þetta. Það er spurning hverjir borgar skattana. Það sem að gerðist hérna með hægri manna, það var flutt skattbyrði frá þeim sem eru aflögufærir, sem eru fjármagnseigendur og fyrirtækjaeigendur, það var flutt yfir á almenning og það er að laga það. Það er ekki að kvarta, þú veist, við höfum borgað skatta, það er hverjir borgað skattana. Það er lægsti fjármagnstekjuskatturinn á Íslandi, það er lægsti fyrirtækjaskatturinn, það er engin eignarskattur. Þetta er velferðarkerfi hinna betursettu. Nei, myndið þú vilja að skattar á fyrirtæki væri það háir að það væri lengi hvati, þegar það væri meiri hvati að vera bara launamál alls þar. Það er ekki verið einhver hvati fyrir fyrirtækin. Þetta er eitthvað jafnvægi sem við þurfum alltaf að finna. Á blómatíma kapitalismans á eftirstríðsárunum, þá voru skattar háir. Það voru fyrirtækjaskattar voru yfir 50%, hátekjuskattar fóru upp í 90% í okkar heimsluta og það var mestu uppgangstími kapitalismans. Þannig að þetta er bara einhver kenning sem hafa teiknað á einhverja sérvétt í einhvern tíma að það myndi draga úr ákafa fólks að því að vinna og starfa og lifa eftir því að skattarnir væru. Ég er að tala um að taka áhættur, ekkert að vinna. Ég er að tala um, þú veist, þið trúið þessu. Það trúið þessu og fáir aðrir. Auðvitað tekur ekki sömu áhættuna ef það er engin ábati. Það bara segir sér sjálft. En við erum svolítið alveg saman eins og ég er alveg saman Örnu með það að þjónustan er á svo margan hátt orðin verri. En það sem okkur greinir kannski á er að við erum að borga meira fyrir verri þjónustu. Þannig að hvernig ætlum við að komast út úr því? Það er ekki með því að, finnst mér, að vera alltaf að taka meira af skattborgurum landsins með því að auka útgjöld ríkissjóðs en fá ekkert fyrir það. Það er það sem við erum búin að vera að gera ár eftir ár eftir ár. Það er verið að tala um að taka af þeim sem eru allra ríkastir og hafa allra mestu tekjur, ekki almennu skattborgur. Nei, ég er bara að tala um útgjöld ríkissjóðs. Þú ert að tala um að hækka fyrirtækjaskatta, sko. Þú ert að tala um að hækka fyrirtækjaskatta verulega. Sko, ef þú hækkar skatta á fyrirtæki, hverjir borga það á endanum? Það er ekki, sko, það er fyrirtækjaeigendur. Það er tekið að hreinum hagnaði, sko. Viðskiptavinir. Það er lagt á hreinan hagnað. Nei, það er lagt á hreinan hagnað. Og starfsmenn. Það er lagt á hreinan hagnað. Þetta er ekki veltuskattur. Þetta er lagt á hreinan hagnað. Fyrirtækisins. Já, og þegar þú minnkar hagnað fyrirtækisins, hvað verður þá um peningin? Þá bara er eðlilegri skipti á milli samfélagsins og þeirra sem eru fyrirtæki. Það eru minni tækifæri til þess að hækka laun. Það eru minni tækifæri til þess að fjárfesta betur, það er minni tækifæri til þess að þróa fyrirtækið áfram, að leiða það með einhverjum hætti áfram. Já, ég veit að þetta er sagan sem er alltaf sögð og þetta er sagan sem er sögð aftur og aftur til þess að réttlæta að breyti ekki neinu. En það skiptir samt engu máli þegar þú horfir á heildarmyndina að þeir eru búin að hafa tækifæri til þess að gera allt þetta og þeir hafi ekki gert það. Laun hérna, þeirra sem hafa lægstu launin, að þau þurfa ennþá að vinna tvöfalda og þrefalda vinnu og vinna margfalda yfirvinnutíma til þess að bara eiga mannsamandi líf. Þannig að ef að þetta væri svona æðislegt og þetta kerfi væri að virka eins og þú ert að halda fram að það ætti að virka og sé að virka, þá væri við ekki þeirri stöðu núna að það er fólk sem að býr við fátækamörk og undir fátækamörkum og þessi 5.000 börn á landinu sem búa undir fátækamörkum. Þú veist, í landi eins og Ísland þá á það að vera bara 0 barn sem býr undir fátækamörkum. Það gerðist ekki þegar fyrirtækjaskattar voru lækkaðir og fjármagnstekjuskattar voru lækkaðir. Að þá jókst svigrúm fyrirtækjanna til þess að borga hærri laun og þau borguðu lægstu laun hækku á Íslandi. Það gerðist ekki, sko. Þetta er náttúrulega bara reikningsdæmi. Viltu borga laun út í fyrirtækinu eða taka peningur sjálfur. Fyrirtækið er búin að borga 20%. Það er verið að stilla þetta af. Nei, þetta er mjög svipað. Það er hvergi í heiminum horft á þetta. Þetta er kenning sem að Samband ungra sjálfstæðismanna heldur fram. Að það er verið að samengja milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatts. Þið getur bara að skoða þetta í heiminum. Það er hvergi, þetta jafnvægi hvergi í heiminum. Já, við verðum svolítið seint sammála að skatta. Þannig ég ætla að segja einu sem að Arna sagði með að vegakerfið hefur verið betra 75 og því hlóguð.
ég var að hugsa, getur það við að því ég man eftir vegakerfi 75 og bara Malavir, en samt það þannig að þú tækir umferðina og tækir sko flutningabílana sem að hverju sig eyðir malbiki á við sko 14.000 einkabíla, að þá er það líklega rétt sko, að vegakerfi var meira þess að betra 75, af því að við höfum ekki byggt upp vegakerfi í takt við álagið sem er á vegunum. Ég var starf á Snæfellsnesi 1975 og það var malbikað í Borgarnes og síðan voru malavegir og þeir voru sko, stundum alveg hryllingur sko, það var ekki búið að skafa í einhvern tíma sko, það var alveg ömurlegt sko og ég skil ekki ennþá hvernig ég bara trúi þess ekki að minnu þess að það verið 5 ára 1975 að skröltast í aftursætinu á malarvegi beltislaus og ég bara kaupið þetta ekki. En að leiðinni frá Ólafsvík, frá Borgarnes til Ólafsvíkur, þá hafði meira sér farið og tekið upp slitlagið vegna þess að það er svo göttótt eftir þungaflutninga og það eru komnir malavegirnir og komnir aftur. Já, það er í Dölunum reyndar. Já, ég meina ég vann við að leggja slitlag fyrir 40 árum síðan, þannig að það kemur ekkert óvart að þoli ekki mjög sko þunga bíla. Þetta er oljumör. En hugsa ykkur, stórkostlegt hjá þeim sem að gátu búið til hringveg fyrir, ég veit ekki hvað mörgum árum og ekki tekst okkur í dag. 74, eða ekki? Þannig ég get ekki undir það. Það var það tókst. 1974, þá fengur það í gjöf þjóðin að 1100 ára byggðaramali á Íslandi, þá fengur það í gjöf að árnar á Suðurlandi voru rúðar og þá var þetta að keyra hringinn. Nú ráðum við ekki við að setja nýja Ölfusárbrú sko. Nei, það var tvöfaldan hringveginn sko. Þurfum við að reyna að suða að hvort þessi einhver ríkur kall sem til í að gera það fyrir okkur. Þetta er alveg ótrúlega aumingjaskapur. Ég var þarna á Selfossi bara fyrir 4 eða 6 vikur síðan og það eru massífa framkvæmdir í gangi. Þannig að þetta er við brúna. Já, en þetta er búið að vera mikið mál. Já, ég veit það, en þetta er að gerast. Sundabraut? Tölum við Sundabraut. Og borgarlínuna? Já. Nei, nú er það punktur 35. Þið eru búin í miðflokknum eiginlega bara að segja það að þið ætlið að beita málþófi. Já, sko, þú mátt kalla það svona. Bergþór er búin að panta gömlu ræðurnar sínar, sko. Já, nei. Til að geta lesa það aftur. Þetta er risastórt mál sem þarf samt ekkert, ef það verður samþykkt. Það liggur ekkert á þessu. Þannig ég skil ekki af hverju ríkisstjórnin einbeitt sér ekki að þeim málum sem er meiri sáttum og sem skiptir máli fyrir fólki í landinu. En þið ekki ein á móti þessu? Mér heyrist það. Við séum ein en ekki, það er að segja ein á þingi. Já, ég er að tala það. En það er alveg gríðarlega margir sem eru á móti þessu og þetta er neitt sem ég væri til í að mætti alveg fara í þjóðaratkvæðagreiðslu með bara þessi aðlögunar viðræðu þjóðaratkvæðagreiðslu. En við þurfum kannski ekki verið mál þó að við munum þurfa að tala mikið málið. Já, að því að það sem er breytt frá því síðast, ég er oft að spyrja það núna, er að núna liggur fyrir gríðarlega mikið upplýsingum áhrifin. Og ég vona bara að svo nefnd sem mun fjalla þetta í þinginu, utan ekki væntanlega, muni fara vel yfir þetta áður en þetta kemur í annar umræða, því það mun stytta umræðan og vonandi sýna fram á að það er ekki hægt að samþykkja þetta. Það er bara áhrifin sem þetta mun hafa Það getið ekki bara, þið viljið alls ekki samþykkja þetta, en þá bara gera hinnir það. En þið telli hinnum ekki hugharf. Sama hvað ég segið. Nei, en það væri óskandi að þið myndi aðeins bara horfa á raunveruleikann í þessu máli. Já. En hvaða raunveruleika? Ykkar raunveruleika eða þeirra raunveruleika? Já, nei, bara... Það er alltaf hræðslu áráður þú veist, allt fer, þú veist, til helvítis ef þú gerir þetta eða hitt. Í raun og veru þá skiptir engum máli, þú veist, hver stjórnar. Það fer ekki til helvítis. Við hjökkust áfram eins og gömult dráttavél, þú veist, og lífið heldur áfram, sama hvað. Já, það sem skiptir fólki máli er ekki einhver bókun sem hefur tiltölulega lítil áhrif á þeirra daglega líf. Það sem hefur áhrif á fólk er til dæmis hvernig við stjórnum matarkurfinni. Akkur er það þannig að hver skipti sem að, þú veist, og þetta er pjúra kapitalismi innhótskun, að það er hver skipti sem að laun hækka hjá hennu láslaunuðu eða bara einhverjum sem er að vinna fyrir salt í grautinn, að þá þarf mataverð að hækka upp úr öllu valdi. Þú veist, akkur þarf hagnaðurinn alltaf að vera svo gífurlega mikill. Hann er ekki að skila sér til fólksins, hann er ekki að skila sér í hærri launum, hann er ekki að skila sér í betra velferðarkerfi. Þú veist, þessi
gífurlega hagnaður að skila sér í hverju. Þú veist, auðsöfnun fárra og peninga útflutningi, þú veist, það sem að fólk að kaupa hlutabréf í hinu og þessu. Þú veist, þetta ekki að skila sér í betra þjóðfélagi fyrir einn eða neitt. Og þú veist, þessi bókun 25 mun ekki setja þjóðfélagið á hausinn. Nei, bókun 25 mun ekki gera það og bókun 35 mun sennilega ekki heldur setja neitt vonandi ekki þjóðfélagið á hausinn. Það ekki heldur það sem við erum að halda fram, en það líka hluti gerast ekki að sjálfu sér, þannig að ég ekki sammála því að hvaða ríkisstjórn sem skiptir engu máli hver stýrir hérna. En ég get farið yfir bókun 35 en ef þið viljið meira. Ég býð bara, ég horfaði sjónvarpinu bara. Ég var inn á þingi vorið sem varaþingmaður vorið 2023 þegar að umræðan var mjög þung í þessu ágæta máli og það verður mjög áhugavert að sjá hversu mikið hefur breyst og hversu mikið Beggi þarf að breyta ræðanum sínum sem hann búinn að prenta út síðan 23. Þannig að vegna þess að svo mikið hefur breyst. Þetta var spennandi að fylgjast með þessu. Það er alltaf nýja fréttir af stöðu mála. Hann getur örugglega farið sem ræður, en það sem hefur kannski máli hefur sjálf sér ekkert mikið breyst, en það sem hefur breyst það að það komnar nánar upplýsingar áhrifin ef þetta verður samþykkt. Þetta snýst þegar að lög skarast. Hvað gerist þá? Þetta snýst rétt fólks til að mynda ef að lögin skarast og við viljum ekki skerða réttindi fólks. Þannig að þetta svona grunnstefið og við erum með miklu meiri dæmi hvar þau skarast í dag heldur við vissum fyrir 1 og 2 árum. Það getur verið þannig að í Evrópuréttinum að þá sé réttindi fólks betur varin en í íslensku lögum, þannig að líka getur farið hinn áttina að þið getur sett vond lög og eyðilagt rétt okkar sem við hefðum getað haldið með Evrópurétt. Þannig erum komin á nefnilega lykilpunktinum. Þetta skiptir máli að komast að þessu áður en bókunin samþykkt, hvar skurðin hvar missir fólk réttindi, hvar eru meiri réttindi og laga það áður en bókunin samþykkt. Það gríðarlega mikilvægt. Já, það eru færir lögfræðingar sem hafa gert athugasemdir við bókun 35 og það eru mjög færir lögfræðingar líka sem hafa sagt að samþyktin sé rétt skref. Ég skal viðurkenna að fyrir mér þetta grunnstef í því að við erum inn í þessum EES-samningi og það finnst mér vera mikilvægasti samningur sem við höfum á Íslandi og þannig að mér finnst stundum að vinir mínir í miðflokknum hafi það mikla horn í síðu Evrópusambandsins að þeir væru tilbúnir til þess að fórna EES-samningnum líka fyrir það. Já, þú eitthvað oftúlka Ég sagði mér finnst stundum. Já, ég segi það bara oftúlkum. Ég segi það sama, stundum finnst mér þetta vera umræða sem miðflokkur viljur ekki EES-samningin, en þú ekki að segja það vegna þess að það bara óvinsæl skoðun á Íslandi. Þess vegna miðflokkurinn alltaf að reka hornin í þessa bókun 35 eða eitthvað, sem náttúrulega bara hluti af EES-samningum. En ég endilega það sé margt skoða í honum, ég held að það verið algjör mistök að elta Evrópusambandið í orkustefnu til dæmis. Það er algjör óþarfi fyrir okkur. Við bara að sleppa því. Við hefum ekki bætt Ísland á neitt hátt. Við hefur hækkað orkuverðar. Það sem í þessum hópi sem þetta situr þá einn svona reyndur kapitalisti, Friðjón Friðjónsson, það er búið að reyna mikið á hann í umræðinni. En förum vestur haf. Tökum upp léttara hjal. Já, benda okkar verra, svo böl bæta benda okkar verra. Það var að leggja niður málfrelsi í Bandaríkjunum. Já, það er bara ekkert annað, Já, nú meira segja búið að gefa út að FBI ætli að setja transfólk á svokallaðan terroristalista þar sem þau eru útmerkt sem níhilistar og níhilistar ný skilgreining sem kemur úr þessu skjali Project 2025 þar sem að níhilistar eru allir sem að rauninni á einn eða annan hátt að mati þessara ríkisstjórnar vinnur gegn grunngildum samfélagsins og séu hættulegu samfélaginu á einn eða annan hátt og séu að ýta undir óstöðuleika og kaos. Ef þetta verður að veruleika
þá búið að gefa grænt ljós á að setja, þú veist, allt transfólk í útrýmingabúðir í Bandaríkjunum. Eins og þetta Alcatraz þeirra í Flórida. Þetta segja satt, það þannig? Já, þetta bara frétt sem að núna og búin að vera mikið í umfjöllum Vestanhafs og meðal annars The Independent og Guardian og fleiri hafa sagt frá að þá sem sagt, FBI að vinna að þessu og ef að bandaríska þingið samþykkir þetta þá verður transfólk sett á þennan lista. Þeir eru að nota Charlie Kirk-málið sem afsökun til að ráðast enn frekar á þennan minnihlutahóp. Samt sem áður þá hafa allar rannsóknir sýnt fram á að yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem eru valdir af skotárásum í Bandaríkjunum eru öfga hægri fólk og 96% eru karlmenn. Þannig að þú veist, þetta hefur enga stöð í raunveruleikanum. En þetta enn og aftur þegar, þú veist, pólitískt öfl verða svona standa frammi fyrir erfiðum úrlausnarmálum og ég benti á þetta áður eins og til dæmis hnattlínun og eitthvað sem þeir ráða bara ekkert við að þá gott að finna blóraböggul og það alltaf auðvelt að finna minnsta blóraböggulinn bara eins og hrekkjusýn á skólalóðinni sem ræðist á barnið sem með krullur og glerugu og þú veist og minni en allir hinnir. Þannig að, og það það sem að bandarísk stjórnvöld að gera núna. Þeir eru bara að haga sér eins og versti nýðingur og það gagnvart minnihlutahóp sem að þú veist á mjög undir högg að sækja bara alls þar í heiminum. Já, og svo líka, forseti Bandaríkjanna, hann með hótanir bæði innanlands og utan. Hann að hóta þessum breytingum á samfélaginu og hann að hóta öðrum þjóðum. Hann hann á eftir að vera í 3,5 ár, Það andvarpa ég bara, við þá tilhugsun. Ég skal viðurkenna, ég hef ekki heyrt þetta með þetta samhengi FBI og skilgreiningu á trans fólki sem einhvers konar setjað einhvers konar hryðjuverkalista og þetta bara minnst áhugavert að heyra. Ég dreg það ekki í efa vegna þess að svo margt hefur komið og svo margt skrítið hefur komið fram frá þessu fólki og frá þeim sem að skrifuðu þarna Project 2025 og þeir sem að og síðan það sem að vellur út úr þessari ríkisstjórn sumt svo ótrúlegt að maður einhvern veginn maður bæði trúir því ekki en svo maður farin að trúa næstu í hverju sem vegna þess að en það samt sem maður líka gríðarlegt magn af fölskum upplýsingum og ég ekki að segja að þetta séu falskar upplýsingar en það svo mikið af alls konar upplýsingum að maður einhvern veginn, maður oft bara getur þetta verið satt og svo fer maður og fer ofan í einhverja kanninuholu og skoðar þá það hægt að túlka þetta með einhverjum hætti og svo framvegis hvernig þessi stjórn beiti sér mjög alvarlegt og eiginlega bara alveg hræðilegt. En það sem á sama tíma og það sem líka að gerast í Bandaríkjunum og það að og það við höfum eftir að sjá samt sem áður hvað áhrifin af morðinu á Charlie Kirk verða að það að fjara svolítið undan stjórninni í stuðningi. Fólk að heyra sögur af bara núna síðast sá ég í vikunni einhver eldri ískona amma sem var að ferðast til Írlands og kom aftur til Bandaríkjanna búin að búa þar síðan hún var 11 ára gömul hún var sett í fangelsi vegna þess að fyrir 10 árum síðan skrifaði hún innistæðulausan tékka það ennþá verið að nota ávísanir í Bandaríkjannum og og fyrir þá sem svo ungir að það kannski að útskýra hvað ávísanir og sem svona misdemeanor og það sett hann á lista sem eitthvað glæpalista og hún var búin að vera í haldi í meira en viku þegar írska ríkisútvarpið tók viðtal við manninn hennar. Þegar venjulegt fólk í Bandaríkjunum heyrir svona sögur, þau héldu öll
Þau héldu öll og þau trúðu þegar Trump sagði við ætlum að handtaka þá verstu, the worst of the worst. Við ætlum að handtaka glæpamennina og senda þau úr landi. Svo bara verið að handtaka fullt af fólki sem hefur sko kannski lent í einhverju smá vandræðum gagnvart lögunum. Sko eins og segja, skrifa innistæðulausan tékka. Ég held að það séu sko mjög margir á mínum aldri og eldri sem að hafa kannski einhvern tíma fengið gulan miða í gamla daga. Og það með þessi læru gleðibankunum nákvæmlega. Og skilur þetta ekki með gulu miðana sko. Nei. Við seljum tjekkatinn. Já, þannig að sko þannig við sjáum það í könnunum Trump í öllum helstu málaflokkum hann með minni stuðning heldur en sko áður og sem sagt og meiri andstöðu. Fólk óánægt með stjórnans, fólk óánægt með hvernig hann gengur fram, fólk óánægt með sko stöðun í efnahagsmálum, stöðun í utanríkismálum, stöðuna varðandi verðbólgu, stöðuna í varðandi vinnu. Það kemur ljós núna sko að efnahagurinn í Bandaríkjunum að lenda í virkilegum vandræðum. Færri störf heldur en sko menn bjuggust við og í raun og veru raunfækkun starfa. Þannig að sko, en hver þeirra viðbrögð verða? Hvort hann sko svo maður notur hann aftur kjarnið íslenskt mál, hvort hann dobli og og inn á sko þessa svona menningarstríðs haturs pælingar til þess að reyna að fá eitthvað kjarnastöðningu bak við sig. Ég ansi hræddur það. Já, mér langar að svara þessu að því þú sagðist þú gafst í skyn að þú trúður þessu ekki alveg en þú ætlar ekki viðfengja það en samt smá og að þú veist, maður ætti ekki trú öllu sem að maður les á netinu og vissulega það algjörlega rétt og satt. Það eru 2 greinar bara nýlega eftir mig það eru 2 greinar eftir mig inn á Vísi, skoðanagreinar. Það eru linkar til dæmis á þessar fréttir. Þar meðal annars voru 2 þingmenn Repúblikana flokksins sem komu fram í sjónvarpsviðtali og þetta hefur verið fjallað mikið þetta í fréttum bæði erlendis og en lítið heima og skrifaði það að það eru 2 þingmenn, háttsettir þingmenn í Repúblikana flokknum og hluti af makarhreyfingunni sem að hafa haldið fram að það ætti í raun og veru að beita gamalli bókun sem gerir að verkum að endur skilgreina allt transfólk sem geðsjúklinga og loka það inni og það ætti að gera rannsóknir á þeim. Og tilraunast að semi. 100%. Þetta það sem við erum stödd í dag en það fólk á Íslandi og við erum að sjá það vegna þess að það eru skoðanagreinar sem frá fólki sem að finnst að ég ætti að helst að halda KJ sem að skrifa á Vísir og þetta eru líka skoðanagreinar sem eru mikið lesnar. Það sem að verið að halda því fram meðal annars að núverandi ríkisstjórn sé sagt að eyðileggja þjóðfélagið að þau sé að styðja of mikið við hinsegin fólk. Það ábyrgðar hluti stjórnmála fólks á Íslandi þegar þau eru að flytja inn þessa orðræðu næstu því ómengaða frá Bandaríkjunum og við erum að sjá jafnvel þingmenn fjalla af algjörri vankunnáttu sem þekkja ekkert til hafa aldrei í rauninni talað við transfólk koma með alls konar staðhæfingar og það svo auðvelt að koma með einhverja fullyrðingar og bara segja þetta bara mín skoðun og kalla fólk hugmyndafræði. Ég ekki hugmyndafræði. Nei, nú það örugglega vitna í Snorra Másson sem nú félagið þinn í þinglóknum og þess að frægu framkoma hans. Já, ok, ég byrja aðeins bara varðandi Bandaríkin. Mér hefur þótt að við sjáum öll undarlegheitin líka sem og við vitum að Trump algjört ólíkindi tól og allt það. En ef við ætlum að reyna að sameina fólk, þá finnst mér að það þyrfti að skoða hvað gerðist áður en hann var þarna. Það einhver ástæða fyrir hann var kosinn. Fólk var ósátt við eitthvað í Bandaríkjunum áður og það var kannski ekkert endilega
að það vildi allir fá Trump, heldur vildi það breytingar. Ég lít svolítið á það þannig að við þurfum aðeins að skoða hvað er það sem fólk er að kalla eftir. Varandi hérna í Íslandi, ef hún er að vitna til Snorra, þá get ég alveg fullert að hann hefur talað við trans einstakling, en ég veit ekki alveg hvað þú varst að tala. Þú sagðir að það var einhverju sem hefur komið fram sem hefði ekki talað við trans einstakling, en sko, fyrir mér, ég upplifi þetta öðruvísi alveg án efa heldur en þú. Það sem mér finnst vanta í þetta, og ég held að við séum sammála, og svo bara svarar þú, að það er að mega samt taka umræðina. Ég get alveg sagt ykkur það, að því að góðu vinur minn, Jóhannes Þór Skúlason, það má alveg ég bara segja mig nafngreina. Við bara settumst niður fyrir ekki löngu síðan. Það sem ég fekk bara spyrja, ég hafði óbúslega margar spurningar sem mig langar að fá svör við. Og hann er bara svona þannig típa og hann er auðvitað í, held ég, stjórn samtakanum 78 og hann bara svaraði og við vorum eiginlega mjög sammála, eitthvað voru kannski ekki alveg sammála, bara allt í lagi, en ég held að við þurfum einhvern veginn að færa umræðina, ég upplega flestum er bara allir að lifa sínu lífi, það eru svona einstaka atriði eins og með íþróttirnar, með klefana, tökum bara þetta samtal, ég er vissum, eða ekki, að þú myndir vilja það líka, því þetta er bara samtal sem við þurfum að eiga. En í staðinni tekið í skilja þér að sárna eitthvað sem að sagði sem einhver hugmyndafræði, en ég held að almenningur flestir eru bara þetta eru 2-3 atriði sem fólk langar bara að ræða. Ég held að þetta sé alveg hægt að má ég svara þessu? Já. Þarna, sko, þú veist þegar fólk er að segja tökum bara umræðina, hvað ætlum við að taka umræðina, það er fyrst og fremst það sem við þurfum að setjast niður og vera sammála hvað ætlum við að ræðum. Við getum ekki tekið umræðin það hvort að fólk sé til eða ekki. Við getum ekki tekið umræðin það hvort að fólk hafi tilverurétt yfir höfuð eða ekki. Við getum ekki tekið umræðin það að fólk sé skoðun eða hugmyndafræði, því að fólk er fólk, burtséð hvort að það er trans eða ekki. Og alveg eins og við getum ekki tekið umræðin það eins og var gert bara, þú veist, og er verið að gera í Bandaríkjunum, hvort að það er að nota fólk sem tilraunadýr og loka það inni eða ekki. Nei, ég stakk ekki búin neina þessu. Nei, en þú veist, þannig að við þurfum að tala hvaða umræðu ætlum við að taka. Plús það að fólk þarf að vera tilbúið að í staðan fyrir að hlaupa á einhver YouTube myndbönd og taka það sem heilagan sannleika, að virða ritrindar greinar, það sem að fræðasamfélagið og vísindasamfélagið hefur sýnt fram á í sambandi við transfólk. Og það eru bara áttir að virða hvort annað, sko. Hvað þarf ég að virða þegar þú segir að transfólk á ekki heim í íþróttum? Ég sagði það ekki, ég segi taka þá umræðu. En transfólk hefur verið í íþróttum á nokkura vandkvæða í 30 ár, aldrei unnið til neina verðlauna ólympíuleikum eða stórmótum, aldrei. Og allar vísindalega rannsóknir sína fram á að transfólk hefur enga yfirbyrði. En íþróttir snúast yfirbyrði. Þeir snúast líffræðilega yfirbyrði þar sem að fólk er með meðfædda einhverja yfirbyrði og síðan eykur það þá yfirbyrði með þjálfun. Það fæðast ekki allir og eru bara strax orðin frábærir með rétta líkamsbyggingu til þess að stunda fimleika eða handbolta. Þú veist, 2 metra hár einstaklingur hefur líkamlega yfirbyrði gagnvart manneski sem er 1,50 til að stunda körfubolta. Hvar eigum við að setja mörkin? Eigum við bara að setja mörkin þegar það kemur að transfólki en ekki setja mörkin þegar það kemur að einhverju öðru? Það er þessi umræða sem mér finnst ekki í lagi. Vegna þess að þetta er bara það verið að nota transfólk til þess að afvegaleiða þær umræður sem að við ættum að vera að hafa. Mér finnst þú bara að setja mjög mikið orðum í minn munn. Og það sem að ég er ekki að setja það í þinn munn, ég er bara að setja það í það umræðu sem að fólk er að segja þegar það talar að en ég get alveg sagt það að til dæmis eins og þetta með íþróttirnar. Við höfum líka séð að það verið að tala ég sem kona, ég má ekki keppa í karlmannsíþróttum. Það er búið að ræða það að börn upp á ákveðnum aldri þá eru konur eða stelpur sterkar og ætti að keppa með strákum. Við höfum ekki eftir allar þessar umræður, það má bara alveg taka það fyrir mér. Og ég held, ég næ ekki alveg það sem að þú veist kannski segja að ég átti mikið alveg að hvort megur að þetta eða ekki. En það var boðið upp á það fyrir nokkrum árum, það var körfuboltaliðið Aþena sem var kvenna í íþróttum sem vildu keppa við stráka. Og hvar var miðflokkurinn að taka undir með þeim að leyfa það?
erum við að taka undir með, við erum að tala um þetta ræða, við rættum það, ég var að segja það, þetta var eitt af þessum það var ekki áhugi þar, það er rosalega áhugi hjá okkur að verja sturtuklefa kvenna fyrir einhverjum verja, þið aftur, þú ert að setja orð í minn munn. Ég er að segja, ég var að segja hvað ég upplifi að fólk vilji ræða. Transfólk. Ég er bara að segja hvað ég upplifi að þetta er ekki mjög margt sem okkur greinir á hvað þetta er nýtt fyrir marga. Þetta eru, ég held að þetta séu 2-3 atriði sem mögulega við þurfum bara að ræða eins og þetta mál með Aþenu. Við ræddum það, ég velti því mikið upp fyrir, hvað mér fannst það. Ég held að það sé ekki ein íþróttagrein í heiminum sem er mælanleg þar sem konur hafa yfirburði. Það er ekki rétt. Mér finnst það leiðilegt. Ég var mjög til að heyra það. Ef þú veit eina... Ég meina, þú veist, Nei, allt sem er mælanlegt þá verður sterkari. Þú veist, það er alls konar íþróttir sem ættu bara ekki að vera kynjaskiptar, sem eru kynjaskiptar. En má ég spyrja einu, sko. Af öllum málum sem eru sem kannski okkur standa ógnað, ef okkur standur ógnað svona pólitískri upplausn í samfélaginu og mörgu, af ofbeldi og hvernig fólk tala hvort annað. Af hverju er verið að draga það upp eins og að okkur standi svona mikil ógn af transfólki? Það er enginn að draga fyrir okkur standir ógnaði. Hún var að tjá sig og ég upplega að hún var ekki sátt. Og ég er að reyna að segja bara, býtu, hvað er það sem má ekki ræða? Ég var ekki að segja að það var einhver ógn eða... Ég bara stið fullkomlega. Má ekki fólk bara tala, þú veist, bara almennt og að gera sér fífli eða vill gera sér fífli og meira sé að við segja meðandi hluti vegna þess að sko og þá bara dæmir það sig sjálft. Ég er alltaf þeirra skoðunar. Af hverju er svona eitthvað vitleysa heldur alltaf áfram? Kemur hver að fættur öðru og var að tala um að sko kynin er bara 2. Svo mæta allir líffræðingarnir og segja, nei, það er nú ekki þannig. Líffræðilega eru kynin 2, heldur fólk alltaf áfram að segja. En svo koma líffræðingar og segja, nei, það er ekki þannig. Hvað ætlum við að hafa vitið í umræðinni? Ef við megum ekki byggja á svona bara almennri vísindalegri þekkingu, heldur verðum við alltaf að vitna í einhvern mann sem að einhver sagðist hafa hitt í strætó í Finnlandi sem hefði sagt að kynin væri bara 2. Við erum öll á einhverjum skala. Ég er þeirra skoðunar. Alveg eins og sko, ég er ekki tækur mikið í körfubolta, að þá og sá það snemma að ég myndi ekki vera stjarna í þeirri íþrótt. Við erum mishá, við erum misbreið og við erum einhvers staðar á einhverjum skala líka þegar kemur að því hvernig við ætlum að skilgreina kyn, líffræðilegt kyn. Það er fullt af fólki sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni, hlaupur á hundruðum til þúsunda meira á Íslandi, þannig að og ef við ætlum að segja að þetta fólk er ekki til, að þá erum við komin í einhver veruleg vandræði. Þannig að þurfum aðeins að spóla okkur aðeins tilbaka og segja bara, fyrirgefið, við erum með vísindarannsóknir sem að segja að þetta sé einhvers staðar á einhverju rófi og einhverju flæði og og díla við það og ræða það. En síðan ef einhver vill koma fram og segja, nei, þetta er bara svona. Þá segir hann það og dæmir sig sjálf. Þá getur við velt fyrir okkur hvaða plattform viðkomandi fær og mér finnst það svolítið að þið verðum að tala um svona niðurbrot á málfrelsi og svona í Bandaríkjunum og það var til dæmis mikil ganga í miðbæ London fyrir í síðustu helgi eða ekki? Og þá koma fram þarna sjáum við einhverja kröfu, einhverja óánægju í samfélaginu og við höfum að taka umræðinu og við höfum að hitta helst þetta fólk á einhverju miðri leið. Við höfum að hitta það á svona einhverju á svona hálfum fasisma eða hálfum eitthvað svona. Ég gælt varhug við þessu að við höfum einhvern veginn að gefast upp fyrir þessu. Akkur ættu við nú er reformmænis með 30%, eiga þeirra stjórna veg fyrir Bretlands það sem eftir það eru 70% sem er ekki sátt við þessa leið sem þeir leggja til. Trump nýtur 43%, hann er með svona approval rating í Bandaríkjunum. Er það þar með sagt að við höfum bara að sætta okkur við það og kannski ekki fara alveg eins langt og hann heldur eigum við bara að brjóta niður samfélagið að hálfu leyti til þess að búa til einhvern frið í samfélaginu þegar nú verðum við að fara öll að geta að tala saman. Ég held að við eigum að standa mjög hart á prinsipum okkar, að við viljum búa í opnu, lýðræðislegu, valdreifu samfélagi
það sem að margar rættir fá að heyrast, það sem við byggjum upp á svona bestu þekkingu sem við höfum, að látum ekki gasprið vaða yfir allt. Trump bara dæmi það hvað gerist ef við leyfum gasprinu að vaða yfir allt og við getum ekki gefist upp fyrir gasprinu og verið setið hérna eftir og tala bara hálft gasprinu. Nei, en af hverju er Reform komið með 35%? Það er svo, og það er eitthvað spurning sem er svona hefðbundnu stjórnmálflokkar þurfa aðeins að velta fyrir sér. Það er ójafnvægi og valdaleysi almennings í þróun samfélagsins. Og af hverju vann Boris svona stóran sigur í þeim kjördæmum sem að hefðbundni kusu verkamannaflokkin. Það var ekki að brjóta niður atvinnutækifæri í því svæði. Hann var með einhver svör. Hann benti á útlendingana. Já, og ég meina hann var... Er það lausnin? Nei, ég er ekki að segja það. En það sem ég er að segja er það að fyrir þessa hefðbundnu stjórnmálflokka sem hafa verið, ég meina, hvernig staðan í Frakklandi, þar sem að Le Pen er orðin hvað stærst, eða næststærst, þar sem að eða Reform í Bretlandi. Alternative for Deutschland í Þýskalandi. Já, og tala ekki það, þannig að það er samt sem aður augljóslega grasserand undir, þeir búa þetta ekki til. Þeir tala og þeir fá hljómgrunn. Og af hverju fá þeir hljómgrunn? Það sem ég er að segja sem vandamálið, að þeir birtast þarna og segja að þetta sé allt útlendingum að kenna, sem að ég býst við að þú vitir að svo sé ekki. Það er ekki útlendingar sem eyðilögðu riðbeltið í norðurhluta Englands, en þeir eru fáir innflytjendur þar. En þá fara hefðbundnu flokkar og taka undir útlendingaldúðina. Það gerir Keir Starmer, það gerir ríkisstjórnin hér. Það gerir Mette. Já, það gerir Mette, það gerir allir stjórnmálaflokkarnir. Og þá setjum við uppi og tökum yfir afsakið að segja það, bara haturs bóðskapinn og segjum að við skulum bara reyna að hafa svona temmilegt hatur. En af hverju ráðast ekki á meinunum sem er í þessu samfélagum? Af hverju eru það brotnu upp? Þetta sem við erum ekki sammála. Ég og þú erum auðvitað ekki sammála þessu, þannig að það er ekki hægt að segja bara við verðum að stoppa þetta fólki að tala, en þetta fólk má tala því þetta er rétt fólk og þetta er rétt skoðun og varðandi útlendingarna, þetta er engin útlendingaandúð í öllu sem þú nefndir eins og frá ríkisstjórninni. Útlendingamál fyrir mér, ég er að segja snúast ekki útlendinga. Útlendingamál snúa því á Íslandi að vernda hér velferðarkerfin okkar fyrst og fremst, við erum búin að byggja upp, við þurfum að hafa stjórn á þessum málaflokki, menningun okkar, gildin okkar, það er það sem við erum að vernda og stýra straumnum, þetta snýst á engan hátt útlendingaandúð og þeir sem eru harðastir í miðflokknum og finnst við vitlausust hvernig við erum að leyfa þess að vera stjórnlaust, það eru útlendingar. Ertu að missa gildið þín? Af því að við höfum að verja gildi okkar, erum við að missa gildi okkar í Íslandi? Já, ég myndi bara segja það að við þurfum að passa að gera að við missum þau ekki. Við missum gildi okkar með því að tala svona fólk, eins og er að tala innflytjendur. Nei, ég get alveg sagt það, ég er kona. Ég upplifi það að við erum búin að byggja upp mjög mikið samfélag þar sem jafnrétti er gott. Það var til dæmis gildi sem gæti átt undir högg að sækja ef að hlutfall þeirra sem verða ekki slík gildi verður á hátt. En megin þorri útlendingar yfirgnefandi meirihluti þeirra útlendingar sem eru hérna á Íslandi koma bara frá Evrópu og eru bara með þessi sama evrópsku gildi sem að við erum með. Já, nei, ég var að segja, eins og velferðarkerfin okkar, við vitum það bara opin landamæri og velferðarkerfin ekki fyrir saman. Það fer ekki saman. Auðvitað, þetta er tjáningafrelsi í hnotskurn og málfrelsi í hnotskurn. Við megum segja hvað sem er, en þá má líka annað fólk andmæla okkur. Algjörlega. Og fólk þarf að taka ábyrgð á því sem þau segja. Já. Við getum ekki farið og ýtt undir, og þetta er hatursorðræðan, þarna kemur hún inn, ef við erum að ýta undir að frelsi einhvers annars skerðist og auka okkar eigið frelsi í staðinn, og við getum ekki ýtt undir að það verði aukið ofbeldi gegn einum hóp umfram annan. Þegar við erum að ýta undir útlendingaandúð, þegar við erum að ýta undir hinseginandúð með því að taka umræðu og kalla fólk hugmyndafræði eða skoðun og segja það að það sé einhver transhugmyndafræði í gangi eins og fólk í miðflokknum hefur gert. Þetta er ekki hugmyndafræði, þetta er bara fólk sem er að reyna að lifa sínu besta lífi. Þá erum við komin á mjög hættulegan ís. Við erum komin
í hatursorðræðu og þá erum við að brjóta gegn öllum þeim grunngildum sem að við höfum sem samfélag samþykkt að sé íslensk. Óttastu hérna að eitthvað svona, einhver hattursumræða? Það bara raunverulegt. Allir sem eru öðruvísi ég fæ reglulega bara finna fyrir meiri andúð á götum úti og hvað sem þau koma núna eftir þessu umræðu hefur vaðið yfir stjórnmálin heldur áður. Þetta bara staðreynd. Þetta ekki svona gæti þú finnur þetta líka, eitthvað? Já, ég meina, ég fæ alls konar ógeð yfir mig og bara fólk sem að í mannréttindabaráttu á Íslandi ef þið hafið séð þættina Hatur sem á þriðjudagskvöldum á RÚV. Ef þið hafið ekki séð það, þá mæli ég með að þið horfið á þá. Að þar verið að taka viðtal við fólk sem í mannréttindabaráttu, fólk af erlendu bergi brotnu, hinsegin fólk, transfólk og öllu við fengið haturspósta sem að, þú veist, mér hefur verið að hóta lífláti. Ég fór með það til lögreglunnar. Þeim fannst til dæmis það að það ætti að þakka niður mér og ég ætti að éta byssukúlu og þetta hengið mig upp í staur. Sagði lögreglan það? Nei, þetta voru skilabóð sem ég fekk. Þetta taka með börnin og fleira í þeim dúr. Að þeim fannst þetta ekki nú afdráttarlausar hótanir. Þeim fannst þetta ekki nú afdráttarlaust þegar, þú veist, bíllinn minn var skemmdur fyrir utan heimilið mitt eða hundaskítur var kastað í húsið mitt. Þeim fannst það ekki nú afdráttarlaust. Enginn af okkur sem í mannréttindabaráttu höfum fengið, þú veist, vakt frá lögreglunni yfir nótt þó okkur hafi verið hótað einhverju. Og við fáum reglulega svona skít yfir okkur. Þú veist, þið megið segja hvað sem er. Það enginn að banna ykkur það, en orð hafa ábyrgð. Það byrju akkurat að horfa á mig, ég myndi aldrei segja neitt. Ég bara að tala að þú ert hérna sem málsvari fyrir Miðflokkinn og ég að tala Miðflokkinn í þessu samhengi, ég ekki að tala þig persónulega, ég að tala bara, þú veist, að fólki sem rosalega annt málfrelsi, það notar það sem afsökun fyrir að hrauna yfir minnihlutahópa. Mér annt málfrelsi og ég notaði ekki svona eina afsökun til að hrauna yfir minnihlutahópa og það sem ég upplifi hérna inni, það sem er mjög gott að koma svona út fyrir sína eigin búblu, sko. Það bara trekk í trekk mér lögð orð í munn. Útlendingand og þetta. Það má ekki, þið að stöðva umræðuna. Þið að stöðva umræðuna og komið veg fyrir. Ég segi bara einfalda hluti eins og að velferðarkerfi og opin landamæri þetta fer ekki saman. Þetta engin andu þessu, þetta engin ílska, þetta bara að hafa stjórn. Við erum að vísa til umræðunar og það þú sem tekur það einhvern veginn upp eins og við séum að gagnrýna þig. Nei, bara það sem þú sagði þér áðan, rétt áðan. Já, að ungir menn í Miðflokknum að kvarta yfir því að jafnrétti hafi gengið of langt. Þeir eru að tala, ég meina meðal annars Snorri Málsson hefur meðal annars haldið fram að jafnrétti gangi of langt, ég hef aldrei heyrt að segja það. Að konur væri svona ítt út í tiltekna svona lífsstefnu sem að væri að vera líkari köllum og ættu frekar að vera svona sinna móðurhlutverki og hann talar bara eins og hægri. Bak við eldavélina. Ég held að við verðum aðeins ekki það, bak við eldavélina augljóslega grín, sko. Sigmundur Davíð, hann tengir mjög saman aukna glæpi og innflytjendur. Já, það staðreind, sko. Nei. Jú. Við köllum alltaf afbrotafræðingu og spurjum að þessu og þetta ekki staðreind. Nú, en tölurnar sem voru bara birtast í fangelsum landsins. Já, það vegna þess að hvað skýringin á því þá? Þetta eru til dæmis túristar sem eru túristar? Já, sem að koma hinga sem burðardýr. Þetta ekki innflytjendur eða hælisleitendur, bara langt í frá. Herru, það er bara stórkostlega verið að misnota kerfin okkar og auðvitað við erum ekki einföld. Þú þarft ekki að vera einföld. Það er langt fram yfir tíma. Já, ok. En í hvert skipti sem Sigmundur segir þetta, þá köllum við alltaf á afbrotafræðingana og þau segja alltaf nei, þetta ekki þannig. Þannig að það er engin hælisleitandi sem dettur í hug. Ég er bara, þeir allir heiðarlegir bara, þú heldur í alvörunni að eftir því sem að meira við erum með meiri segla. Það sem hefur haldið fram að þessu fleiri afbrot vegna innflytjenda og hælisleitenda. Svo ekki. Í því felst ekki að það sé engin hælisleitandi sem að misnota kerfið að fyrir með glæp. Nei, bara meina það er ekki hærri hlutdeildir en Íslendingar. En sko hefur líka komið fram, Gunnar, að erlendar glæpaklíkur hafa náð hérna fótfestu. Það var áður en það var bara, mannstu það var ekki eistneskar og hérna... Jú, ég meina eftir því sem
sem að sko, og það er fylgifiskur sem að sko, sem að kemur af því að sko, það getur ekki hælisleitendur? Nei, alls ekki, og við þurfum nefnilega sérstaklega að gera greinarmun á því þegar við erum að ræða útlendingamál og hælisleitendur hins vegar. Þannig að vegna þess að sko, mér fannst umræðan útlendingamál einhvern veginn blossa upp og sko allir útlendingar væru vandamál og það gerðist heila samtíða því að við opnuðum landamærin fyrir Úkraínufólkinu og það var mjög skrítið að horfa upp á það að sjá hvernig sko umræðan einhvern veginn gerbreyttist en á sama tíma var sko fannst manni einhvern veginn skotin ekki beinast að vont orðalag sko eða sem sagt athyglin ekki beinast að endilega Úkraínufólkinu heldur beinast miklu frekar að fólki sem að koma úr öðrum menningarheimum frá Norður Afríku, frá Sýrlandi og svo framvegis miklu meira sem eru síðan bara agnarsmátt hlutfall af öllum þessum fjölda á útlendinga sem er á Íslandi. Við erum kannski með af þessum úr þessari menningu og það sem að menn hefur verið að skilgreina eða Danir skilgreina sem eitthvað mennapt lönd eru kannski 2000 manns af 55.000 eitthvað svoleiðis. Þetta gengur ekki lengur. Má ég gera eina tilraun í lokun og getum við verið sammála um eitt að við viljum alltaf ekki misnotkun á kerfunum okkar. Getur ekki alveg saman skattkerfinu, við viljum stórauka skattkerfinu og allar rannsóknir sýna það að hinir auðugu svíkja mest út af skatti það er mjög góð norsk rannsókn sem sýndi að hinir auðugu skjótaði meðaltali 30% tekna sinna undan skatti þannig að ef við erum ekki misnotum kerfisins þá er það stór efla rannsóknir á stórfyrirtækjum og stóru fjármagnseigendum. Besta leiðin til þess að minnka skattundanskot er að lækka skatta, Gunnar, og það vistu. Svona, hættum við svona, en ég ætla að þakka ykkur fyrir, það er Arna Magna. Takk til það. Já. Fæ ég lokaorð? Það er að fá lokaorð, nei, við verðum að rætta þessu. Friðunar og Nanna Margrét Gunnarsdóttir og hér á eftir er Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Já, við höldum áfram hér með síni Egils. Guðrún Hafsteinsdóttir gestur okkar núna. Verð velkomin. Takk fyrir. Þú formaður Sjálfstæðisflokksins og það nú gengið ýmislegt á í flokknum. Það er uppsagnir og þingflokksformannaskipti. Ertu að styrkja þitt bakland í flokknum? Nei, en ég held að ég var kosin nýr formaður í byrjun mars á þessu ári. Já. Og ég held að fólk hafi líka verið að kjósa breytingar og vilja sjá fólk vildi sjá nýja forystu og fékk nýja forystu. Já. Og ég held að það sé bara eðli málsins samkvæmt að þá kannski með nýjum formanni að þá koma einhverja áherslu breytingar. Ég held að sé ekkert óeðlilegt við það. Og við erum bara að horfa á styrkleika hvers annars og Sjálfstæðisflokkurinn gríðarlega stór flokkur og breiður flokkur og með alls konar skoðanir og ég bara að reyna að ná sem mestu út úr því afli. Já, það nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn núna í talsverða tíma farið ört minnkandi, fylgið hefur svona farið af flokknum og þegar þú tekur við þá þetta bara minna fylgið nokkru sinni áður. Gerir þér vonir að þú getur núna náð flokknum upp úr þessu hruni eða hvað maður kalla það? Sjálfstæðisflokkurinn nú ekki hruni. En fylgið hefur farið. Já, og það fyrir eftir líka við hvað og miðar. Ætlar að fara eitthvað 20 ára aftur í tíman eða ætlar að fara 1 ár aftur í tíman eða hvernig sem það er. En síðustu bara þegar eru kosningar. Já, síðustu kosningar voru verstu kosningar í söguflokksins og fyrir mörg okkar það óásættalegt. Ég hefði aldrei gefið kost á mér þetta embætti ef að ég hefði ekki trúað því að ég geti breikað flokkinn og auki fylgi við hann. Og ég bara í því verkefni og rétt að byrja. Já. En nú það flókið að því að þegar Bjarni tók við 2009 ekki, að þá var hvorki til miðflokkur nýja Viðreisn og segja má að báðir flokkarnir hafi ef að Sjálfstæðisflokkurinn var stóra tjaldbúð hér áður, það verið þetta svona tjöld innan úr þeirri tjaldbúð. Viðreisn Evrópusinnaði sjálfstæðismenn en ég myndi líklega að segja svona frjálslindari sjálfstæðismenn. Hinum megin ertu með íhaldsamari sjálfstæðismenn að miðflokkurinn að mörguleyti mannaður frekar fólki sem að maður kannast við úr sjálfstæðisflokknum heldur en Framsókn. Þannig að hann kannski erfitt að segja hann sé klofningur út úr sjálfstæðisflokknum en það hefur sótt þar mannafla. Þannig það ekki alveg augljóst hvert þú átt að sækja ef það öðrum megin ertu með frjálslyndarhlutann og þetta þetta klassíska í sjálfstæðisflokknum að þessi tvö öfl að ef þú sækir eftir frjálslyndu að þá munu hinir íhaldssömu öflast í því að fara yfir í miðflokkinn og öfugt. Hver leiðin? Það alveg rétt Gunnar að þetta ekki einföld staða. En við vitum það náttúrulega öll að miðflokkurinn hann sprettur út úr klofningi framsóknarmanna og á rætur sínar þar frekar heldur en í Sjálfstæðisflokknum. Viðreisn aftur á móti sprettur út úr þessum svona frjálslynda armi sem vildi gangin í Evrópusambandið og margir félagar okkar stofnuðu Viðreisn. Núna þegar ég horfi inn í Viðreisn að þá finnst mér nú Viðreisn vera orðið miklu vinstri sinnari flokkur heldur þau lögðu af stað með. Mér finnst hann vera að staðsetja sig svona vel vinstra megin við þessa miðju. Miðflokkurinn hann að fara langt til hægri við þessa miðju. Þannig þau skilji eftir svæði fyrir þig? Það sem ég vil segja það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið mesta breiðfylking í íslensku stjórnmálum. 96 ára gamall flokkur og þessi breidd þarna á miðjunni að þangað hefur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf að mestu leitað síns fylgis og það munum við gera áfram hér eftir sem hingað til. En getur lýst hvaða pólitík þetta þarna á milli Viðreisnar og Miðflokksins?
Hver er sérstaða? Það er framsýn pólitík byggð á grunngildum Sjálfstæðisflokksins sem er einstaklingsfrelsi, atvinnufrelsi og standa vörð fullveldi þjóðarinnar. Og það ætlum við að gera. Það er bara Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður með þessi gildi frá fyrsta degi og þau hafa staðist tímans tönn. Þau hafa staðist allar væringar í gegnum áratugina og muni gera það áfram. Við sjáum það í gegnum söguna að það hafa alltaf orðið til einhver framboð, einhverjir flokkar út og suður, út úr einhverjum, þessum gömlu fjórflokkum. En Sjálfstæðisflokknum hefur tekist að lifa það af og það er mitt hlutverk að endur skilgreina hlutverk Sjálfstæðisflokksins og að hann verði áfram það hryggjarstykki sem hann hefur verið í íslensku pólitík. Var hann á rangri leið? Einhverjum kann að finnast það. Já, en þér? Ég sagði í aðdragandanum að mínu kjöri á landsfundi að ég vildi sjá Sjálfstæðisflokkinn fara aftur í rætur sínar, aftur í sinn kjarna. Ég vil sjá fólk í landinu fylgja sér sjálfstæðisstefnuna þar sem að við höfum oft sagt að Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur fólks stétt með stétt, að þeir allir að finna sér samhljóm í Sjálfstæðisflokknum og ég vil tala inn í það. Þannig að ef þú segir okkur hafi borið að leið, ég vil nú ekki kannski taka svo stórt... Hvort hann hafi verið svona hægri sinnaðri en þú telur gott... Nei, ég held að sé frekar það að við höfum farið oflangt út af miðjuna. Við vorum með þetta í 7 ári ríkisstjórnarsamstarfi með miðjuflokki og vinstriflokki og það óhjákvæmilega kannski togaði okkur oflangt út í þessa miðju. Þannig að ég hef nú oft sagt að það vantar nú oft svolítið meiri hægri og að við dveljum svona öruggu í okkar hægri stefnu og eigum að vera bara með fullt sjálfstraust og stolt af því að vera hægri menn á Íslandi. Það sem maður heyrði oftast gagnrýnt við forystu Bjarna var að flokkurinn hefði orðið flokkur samtaka atvinnulífsins og viðskiptaráðs og verið flokkur hinn allra bestsettu í samfélaginu, hefði mist tengslin við svona grasrótina sem flokkurinn var áður, mikil breiðfylking og með mikið alþýðufylgi. Þetta var svona gagnrýnin sem maður heyrði oftast talað stjórnartíð Bjarna. Og þegar þú sér að fara aftur í rætinu þá hélti þú ætlar að fara að segja að ná aftur tengslum við svona venjulega fólk að fara að taka upp baráttumál hins venjulega fólks. En þú segði bara hægri sem þýðir hvað? Hvað er hægri? Sjálfstæðisflokkurinn eins og ég sagði á hann á að vera flokkur sem að flestir landsmenn finna sig í. Þá er það að hafa baráttumál sem það fyrir fólk. Það er til dæmis sem hefur eitt helsta baráttumál Sjálfstæðisflokksins alla tíð og það er séreignarstefnan. Við viljum byggja upp hér húsnæðismarkað þannig að sem flestir geti búið í eigin húsnæði. Húsnæðisstefnan hefur breyst í leiguliðastefnu í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins eftir hrun. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi einmitt hvað þetta varðar ekki stigið nógu fast inn, ekki komið með, þegar maður leitar ástæðuna fyrir því hvenar fer kannski fylgi flokksins að minnka. Og það má kannski segja það að það gerist þegar að Sjálfstæðisflokkurinn kannski, við komum ekki með svona heildstæðu húsnæðastefnu til fólks í landinu og þess vegna er ég til dæmis núna að láta vinna húsnæðastefnu með grasrót flokksins sem að við ætlum að kynna síðar í vetur. Þar sem að við ætlum að kynna raunhæfar lausnir til þess að leysa húsnæðisvandann í landinu. Þetta er til dæmis eitt af því sem er bara, sem við vitum öll, þetta er ein af grunnþörfum mannsins að það er að eiga þak yfir höfuðið og við viljum að fólk eigi þak yfir höfuðið en séu ekki leiguliðar. Þannig að fólk sem bara hjón, sem bæði eru á lágmarkslaunum, að þau geti eignast húsnæði. Já. Og hvernig ætlar að gera það? Já, það kemur í ljós. Við erum að vinna núna mjög mikla grunnvinnu í grasrótflokksins einmitt og þegar ég segi það að flokkurinn eigi að vera stétt með stétt, þá á hann að vera þannig að sem flestir landsmenn finni sig í stefnu Sjálfstæðisflokksins vegna þess að það er bara stefna frelsis, einstaklings og atvinnulífskunnar. Ég ætla heldur ekkert að fara í einhverja grækutu með það. Þið vitið alveg hvað ég er að koma. Ég er búin að lifa og hrærast út í atvinnulífinu alla ævi. Ég var
Ég starfaði í mörg ár í húsi atvinnulífsins. Ég var formaður samtaka iðnaðarins. Ég satt í stjórn samtaka atvinnulífsins. Og varaformaður líka. Og var varaformaður, já. Nei, varaformaðurinn líka kemur úr sama ranni. Já. Og mér finnst það bara alls ekki vont. Mér finnst það styrkur. Mér finnst það styrkur fyrir hvaða pólitíska afl sem að fá fólk úr verðmætasköpuninni, að fá fólk úr atvinnulífinu til að taka þátt í pólitík. Ég steig bara inn á þetta pólitíska svið vegna þess að mér fannst vera skortur á því að Alþingi Íslendinga endurspeglaði meiri breidd fólks úr öllum áttum. Og þegar ég satt á þingi á síðasta kjörtímabili má segja að við höfum bara verið 2 úr atvinnulífinu, það var ég og Tómas A. Tómasson sem vorum að koma svona beint úr atvinnulífinu inn á þing. Og ég held að það sé hættulegt ef að við hlustum ekki líka á atvinnulífið þegar atvinnulífið myndar verðmætin í landinu og þar með allan grunn af velferð okkar Íslendinga. Þannig að ég hef aldrei farið í grafgötu með það að ég mun alltaf tala fyrir öflugu atvinnulífi. Heldur þú hefur ekki bara meiri áhrif á þetta sem þú segja, hefur þú verið til þess formaður SA? Heldur þú Sjálfstæðisflokksins? Þessi sterki lobbyismi sem þar, áhrif sem þau hafa út í samfélaginu? Sjálfstæðisflokkurinn tekur vanalega upp þeirra stefnu? Það nú ekki rétt. Sjálfstæðisflokkurinn bara með sína stefnu og atvinnurekendur þeir eru með sína stefnu. Hvort ég hefði meiri áhrif sem formaður samtaka atvinnulífsins, ég skal ekkert það segja, ég kaus þessi áhrif. Ég kaus að stiga inn á Alþingi vegna þess að það Alþingi sem líka setur leikreglur fyrir okkur öll. Það Alþingi sem setur leikreglur fyrir okkur sem einstaklinga og líka atvinnulífið í landinu. Og mér finnst skipta mjög miklu máli að þar sé fólk sem komi að málum sem að hafi þekkingu og reynslu úr atvinnulífinu. Já, og það var samt verið að reka stefnu sem að hendar þá þeim atvinnurekendum, fyrirtækjaeigendum. Nei, sko... Það ofta þannig, við höfum tekið dæmi bara með eins og í sumar að það voru gera kannanir afstöðu almennings til veiðigjaldafrumvarpsins og það voru stór hluti kjósenda Sjálfstæðisflokksins sem voru hlynnt hækkun veiðigjalda en flokkurinn ákvað að standa með kvóta eigendum og taka stöðuna þar. Nei, flokkurinn ákvað... Að sömuleyti gæti þetta verið álitamál hjá formanni sem ætlar að gera flokkinn alþýðlegri að taka upp stefnu frá venjulegu fólki líka en ekki vera bara alltaf með stefnuna hjá þeim sem eru fyrirtækja eða fjármagnseigendur. Þetta alrangt hjá þér. Flokkurinn tók afstöðu með atvinnulífinu í þessu máli. Við tókum afstöðu með því að standa með atvinnulífinu fyrst og síðast. Fólki sem vinnur í líka atvinnulíf og það kjósendur ykkar sem eru launafólk að það var margt af því sem að vildi hækka veiðigjöld. Já og það var engin sjálfstæðismenn sem sagði að það mætti ekki hækka veiðigjöld. Þú finnur enga ræðu frá okkur á Alþingi í þessu máli þar sem við töluðum eitthvað gegn því að það mætti hækka veiðigjöld. Við töluðum gegn því hvernig þetta var unnið. Þetta var hroðvirkningslega unnið, þetta var illa unnið og það var að mínu mati, þú getur ekki komið svona fram við eina af undirstöðu atvinnugreinum þjóðarinnar eins og að ríkisstjórnin gerði í þessu máli. Og við vorum búin að segja það margoft. Ég sagði það í hverri ræðu sem að ég hélt í þessu máli. Ég bað ríkisstjórnina að taka þetta mál tilbaka, vinna það betur, hafa eitthvað samráð við greinina, hafa samráð við sveitafélögin sem að þetta snerti við hagaðila og koma síðan aftur með málið betur ígrundað. Gleymið þið ekki. Hvað áttu þið að gera? Gleymið þið ekki. Þetta mál kom inn mánuði of seint inn í þingið. Það kemur inn með afbrigðum og það keyrt í gegnum nefndina á eins miklum hrað og hægt við erum að vinna þetta eftir að starfsáætlun lýkur. Mér það til efs að í nokkru öðru lýðræðisríki hefði mála þessari stærðargráðu verið keyrt með svona offorsi og látum í gegnum þing eins og þarna var gert í sumar. Það var engin sómi af þessum vinnubröðum sem þarna voru viðhöfð. Engin. Það þýkkar heldur þetta málþófið og það var ekki inn einn sóma. Þú vissir alltaf að það sem þú sagðir myndi ekki breyta afstöðu ríkisstjórnar og meirihluta þingsins. Nei, en við vorum að biðla til ríkisstjórnarinnar að vinna þetta mál betur. Hvar gerist það að skattar eru hækkaðir á fyrirtæki eða eina atvinnugreinum 80-100% með einu pennastriki? Þar sem að ekki... Hvar fer þetta í 80-100%? Hvað slags fyrirtæki er það?
þetta skattahækkunin sem verður á greininni. Stór útgerðin að fá til þess núna 100% hækkun á þetta? Já, þú getur tekið... Ég með reyndar að kalla þetta gjöld, eða ekki? Leigugjöld? Ég kalli þetta skattahækkun á atvinnulífið og ekkert annað. Já. Þetta skattahækkun. Við erum með fyrirtæki hér í greininni, vítt og breytt landi sem að fá tvöföldun á sköttum og fyrirtæki sem voru rekið með tap á síðast ári eiga allt í að greiða miklu meira heldur en helmingi meira heldur en í fyrra núna. Ég stóð þessa vakt líka. Já. Ég var ekki að standa þessi vakt fyrir einhverjum stór útgerðir í landinu. Ég var að standa þessa vakt fyrir minni fyrirtækin í landinu, hringinn í kringum landið, sem eru burðarásar í atvinnulífi hvers samfélags eins og út á Snæfellsnesi, vestur á fjörðum, fyrir norðan og fyrir austan. Já. Og það skiptir máli. Það skiptir máli að við séum til dæmis bara með landvinnslu. Ætlum við að útrýma þeim störfum út á landi? Við getum nú takmarka heimil til að flytja út óunninn fisk. Við erum ekki að ráði því hversu mikið af aflánum má fara óunninn úr landi. Skilið kvótana hans unnin hér. Það ekki? Jú, en viljum við ekki að verðmæta sköpunin í þessari grein eigi sér stað á Íslandi? Viljum við það ekki? Við erum að keppa núna, þessi fyrirtæki að keppa núna við vinnslur í Póllandi eða Portúgal, þar sem þú getur fengið 4 starfsmenn á verði eins á Íslandi. Já, þeir eiga þeir jafnvel sjálfur, eða ekki? Er það nokkuð leyndarmál? Ég veit bara ekkert það. Já, sagði Binni það ekki? Ég veit ekki hvað Binni sagði það. Nei. En það er líka, það er þyngri en tárum takið líka. Hvernig öll umræða í landinu gagnvart einna undirstöðu atvinnugreinu þjóðarinnar. Og það getur, og ég ætlaði að fara að segja það hlýtur líka að vera ábyrgð þeirra fyrirtækja sem starfa í greininni. Þannig að það verða allir að taka það til sín játt, en það verður að vera sátt þessa atvinnugrein. Og við getum heldur ekki, stjórnvöld á hverjum tíma geta ekki farið aðföra einni atvinnugrein eins og með þessum hætti og þar með dregið úr þróttinnar, dregið úr fjárfestingum, dregið úr vextennar. Það er reyndar varða þannig þegar veiðigjöldin voru lögð á eftir hrun að þá jókst fjárfesting í sjávarútvegi. Öll þessi skip með perustefni þau komu raunverulega eftir að veiðigjöldin voru lögð á. Þannig að þetta er ekki alltaf samhengi á milli sem er að Ég held að þau hafa nú komið eftir 2013 þegar ríkisstjórn Bjarna lækkaði veiðigjöldin og bjóð til svigrúm til fjárfestinga í greininni. Það var uppsöfnuð fjárfestingagrein í sjávarútvegi. Það var hærri veiðigjöld heldur en hafði verið 10 ára fyrir. Við mögum bara aldrei gleyma því við eigum best rekna sjávarútveg í heimi. Allar þjóðir horfa til okkar hvað sjávarútveg varðar. Það er ekki alveg hægt að sjá það að þau séu að taka upp okkur kerfi í hrönnum eins og hefur verið haldið fram. Það er hort til okkar með mikilli aðdáun hvernig okkur hefur tekist að byggja upp arðbæran sjávarútveg sem ekki ríkisstyrtur. Það er mikill ávinningur sem fylgir því. Ég var á Grænlandi daginn þar sem að ég skoðaði eina stærstu fiskvinnslu Grænlendinga. Þetta var eins og að komin í fiskvinnslu á Íslandi svona 1990. Og allar glærur sem okkur voru sýndar í þessu fyrirtæki, miðuð að því, það stóð nánast hver einustu glæru, við erum að horfa til Íslands. Eins og gert á Íslandi, eins og Íslendingar hafa gert og svo framvegis. Með velvæðingu vinslunar. Við eigum bara að vera stolt af því. Við eigum að vera stolt af því að eiga atvinnugrein sem í fremstu röð. Þetta er líklega eina atvinnugrein okkar Íslendinga sem á fullu samkeppnishæf á erlendur grundu og við eigum að vera stolt af því. Samt að nú sjómenn bent á það að íslensk fiskvinnsla getur ekki keypt á sama verði upp úr skipunum eins og normin gera og eins og færingar gera. Þannig við kaupum þetta lægra verði þannig að augljóslega stöndum við okkur ekki vel að því leyti. Af því að ef þú landar í Færeyjum þá farið hærra verð heldur en á Íslandi. En það er líka algjört rugl eins og lagt var til í þessu frumvarpi ríkisstjórnin að fara með við eitthvað verði í Noregi. Nei, það var á uppsjáfiskum. Bara algjört rugl. Ástæðan fyrir ég tók þetta dæmi er að Sjálfstæðisflokkurinn eins og hann var þegar hann var 36% flokkur. Að þá þurfti hann eða hefði þurft, kannski mistóðst hann það, að vera með stefnu sem að var baráttumál venjulegs fólks. En gagnrýnin á tíma Bjarna var það að hefði snúist yfir á sjónarmið
stór fyrirtækja og SA og viðskiptaráð og eitthvað fleira. Við tókum dæmi af þú ætlar að koma með húsnæðisstefnu sem miðar að því að lágtekjufólk á markaði geti eignast. Allir geti eignast. Það er stefna okkar sjálfstæðismanna að sem flestir sé eigin húsnæði. Það verður ekki hægt nema með einhverju svona aðgerðum svipað á verkamannabústaðir, þar sem eru niðurgreiddir vextir eða þar sem fólk er aðstoðað við að kaupa, vegna þess að lágtekjufólk mun ekki geta keypt húsnæði þar sem vextir eru markaðsvextir og það sem húsnæðisverð er markaðsverð, það hefur aldrei gerst. Þannig þá lendur í vandræðum með viðskiptaráð sem að hafnar raunverulega allri aðstoð við efnaminna fólk á því eignast húsnæði, segir að þessi inngripin í markaðinn. Það er nú aðstoð í gangi núna sem nefnist hlutdeildarlán sem dæmi. Nú er bara einkafyrirtæki hér á markaði, reyrverktakar, að bjóða núna aðstoð til fólks. Þannig að markaðurinn er líka markaðurinn er að stíga inn, hinn frjálsi markaður er að stíga inn til þess að aðstoða fólk til að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Verður það svo hátt að það selst og ég held að það sé, af hverju verður svona hátt, Gunnar Smári? Er það ekki líka verður svo hátt hérna? Það hefur blásið út hérna í borginni vegna þess að hér er bara búið að vera viðvarandi húsnæðisskortur í mörg ár og hverjum er það að kenna? Er það ekki vinstra fólkinni í borgarstjórn? Það er líka hátt verð í Kópavogi og Hafnarfirði. Er það ekki, sko, Reykjavíkurborg hefur fyrst og síðast þrýst hér upp verðinu. Reykjavíkurborg hefur ekki staðið sig í því að byggja hér húsnæði, ekki annað fyrir eftirspurn sem hefur verið hér eftir húsnæði, ekki komið hér með brotið nýtt land, ekki komið hér með raunhafa lausnir innan borgarmarkana, hvernig á að leysa þessa miklu útþenslu Reykjavíkur. Þannig að það er ekki hægt að segja það að vinstra fólki í borgarstjórn hafi stigið inn í húsnæðismáli með ábyrgum hætti og þar liggur nú skipulagsaldi, ég ætla að benda á það. En ég ætlaði bara að spyrja hvort það væri von á í nýri húsnæðisstefnu væri til dæmis einhverja svona stjórnvaldsaðgerðir til þess að létta með lágtekjufólki svo að það geti eignast. Því það er ekki gert með einhverjum svona markaðsaðgerðum. Nei, sko, ég ætla nú bara að minna það að hér í fortíð Sjálfstæðisflokksins að þar voru formenn flokksins og leiðtogar sem að komu með framsagnar hugmyndir það, eins og til dæmis byggingu Breiðholtsins sem var gert á vakt Sjálfstæðismanna. Risastórt húsnæðisverkefni sem að var mjög ég ætla að segja svo sexfúl en bara heillavænlegt. Já, gekk mjög vel og enn má segja fyrirmyndahverfi hvað uppbyggingu varðar þar sem að líka íbúðarsamsetningin var með öllum hætti. Innleita nýjungar í uppbyggingu húsnæðis og fleira undir opinberri stofnun. Ég held. Við þurfum að hugsa stórt og við þurfum að hugsa með nýjum hætti hvernig við ætlum að leysa húsnæðismál. Vegna þess að ef húsnæðismálin eru ólestri hjá venjulegu fólki, þá brýtur á öllu. Það er mín skoðun, þá brýtur á öllu. Mér finnst alveg hörmung eins og núna hvernig á að fara að skipuleggja hérna eitt stærsta landið innan borgarmarkana Keldnalandið. Af hverju ósköpunum á að fara einhvern veginn enn eina ferðina að fara að skipuleggja hér húsnæði sem að fólk vill ekki kaupa, sem að fólk vill ekki búa í. Ég held að það sé löngu orðið fullreynt, það vill enginn búa einhvers staðar þar sem þú getur ekki átt bíl til dæmis. Þar sem að aldraði foreldræðinni get ekki heimsótt þig. Þú getur ekki verið með 2 börn, smábörn á handleggnum og innkaupapoka og þú ætlar að ganga 400 metra úr einhverju bílastæðuhúsi og heim til þín í hvaða veðri sem er. Við verðum líka að fara að byggja húsnæði sem fólk vill kaupa og vill búa í og líður vel í. Þéttingastefna borgarinnar. Ég dreg það, þið vitið það nú, ég byggi Hveragerði, ég dreg það bara mjög í efa að öllum muni líða vel í þessum íbúðum sem er verið að byggja. Það er byggt hreinlega ofan í stærstu umferðaræðum borgarinnar. Ég keyrði fram hjá Hveragerði bara síðustu helgi. Það komið ansi nálagt leiðinni upp Kambana byggðið þar. Já, það heitir Ég sagði bara hver vill búa þarna? Já, þú ert bara 12 metrum frá Suðurlandsveginum. Já, en það er líka Gunnar Smári að það er á skipulagi og það á að færa núna innan 5 ára þjóðveginn suður fyrir. Þannig að þá verður ekki 12 metrar og það eru náttúrulega ekki 12. Þetta var auka. Það sem ég er að komast að þú segir að hafi verið óánægja meðan sjálfstæðismanna með niðurstöðu síðustu kosninga. Já. Og það er svona almennu vilja að við erum að eitthvað að stokka upp og eitthvað laga til og þess vegna varst þú kosin. Og þú segir að þú hafi verið kosin með svona tiltekna stefnu sem að ég er að reyna að rífa upp hvort það hafi komið skýrt fram
Og er sú stefna það að Sjálfstæðisflokkurinn taki upp svona kröfur venjulegra þessar fólks bara ódýrt og öruggt húsnæði og annað slíkt, að það veri slíkar kröfur sem að veri meiri áberandi í stjórnartíð þinni heldur en hafi verið hingað til? Það er alveg ljóst að til þess að breikka Sjálfstæðisflokkinn, til þess að fara aftur í gömlu góðu gildin okkar stétt með stétt, að þá þarf forysta flokksins að tala með breiðum hætti. Öðruvísi breikkum við okkur ekki. Ef við tölum þröngt, verðum við þröng. Ef við tölum breitt, þá verðum við breið. Það er ekki nóg að tala. Það er ekki nóg að tala. Og þess vegna til dæmis, það var líka búið að gagnrýna það að það mætti hrista upp í svona grassrót flokksins. Ég er að reyna að gera það og það er alveg gríðarlega mikið núna málefnastarf í gangi í Valhöll á mörgum sviðum, þar sem að ég bind mikla vonir við að fólki sem er að starfa, og það er komið nýtt fólk sem hefur gengið í flokknum og er að taka þátt í þessari vinnu, að fólki sem er að taka þátt í vinnunni, að það komi líka með nýjar hugmyndir og að við getum stigið fram í mörgum mikilvægum málum með frjóri hætti heldur en við höfum kannski gert á síðustu missurum. Hvernig líst þér á fjárlagafrumvarpið? Mér finnst þetta nú svona einhvern veginn svona gömul plata sem hefur verið spiluð áður. Sem að þú spilar áður, þetta er nú líkt bara fjárlagafrumvarpunum ykkar. Ég veit það nú ekki, já, en þarna eru nú meiri skattahækkanir heldur en við lögðum fram. Og mér finnst þetta er svona útgjalda þanin fjárlög og skattahækkanir og það er nú sama gamla tuggan að fær eiginlega alltaf frá vinstri stjórnum og það er áhyggjuefni. Það er áhyggjuefni, við eigum líklega svona, við erum með það svona ríki á Vesturlöndum sem eru með hvað mestu útþenslu í ríkisstarfsemi. Og til þess að ná niður til með verðbólgu og vöxtum í Íslandi að þá verðum við að draga úr þessari þenslu ríkisins og þessari útgjalda aukningu ríkisins og spara meira, skera niður. Ríkið þarf að fara í meiri kjarnastarfsemi og á ekkert að vera að sinna hverju sem er. Eins og hverju ekki? Til dæmis að reka útvarp og sjónvarp. Viltu selja ríkisútvarpið? Eða leggja bara niður það? Nei, en ég vil skala það mjög niður. Mín persónulega skoðun er svo að við erum að hætta með þennan nefskatt á útvarpið og ríkisútvarpið á bara það og skala það niður í fjárlögum og ríkisútvarpið fara á fjárlög. Hefur ekki áhyggjur af svona veikum fjölmiðlum og svona tvístrun í umræðinu sem leiði til svona félagslegrar og pólitískar upplausnar í samfélagunum í okkar innfluta? Eins og margir hafa? Jú, ég hef alveg ágjör af því, en það er erfitt að sjá að ríkisútvarpið sé kannski yfir alla hafið hvað það varðar, hvað hlutleysi sitt varðar í sínu fyrir réttaflutningi. Hvernig viltu minka? Loka sjónvarpinu eða annarri rásinni? Mér finnst að ríkisútvarpið eigi að hafa eina útvarpsrás og eina sjónvarpsrás. Og það eigi ekki að vera á auglýsingamarkaði. Og það eigi að vera með íslenskt efni, svona cirka 60-70% og restin á að vera norrænt efni. Og það að einbeita sér að svona fræðslu hluta, mér finnst algjör óþarfi að það sé verið að eyða mínum skattpenningum í að kaupa enska boltan eða Desperate Housewives þætti eða Game of Thrones eða eitthvað alveg. Við eigum að skilgreina miklu betur menningar hlutverki þá og sem er alltaf talað að ríkisútvarpið sé. Annars held ég samt, strákar, að ef við myndum taka það bara þessa 8 milljarða sem fara til ríkisútvarpsins, setja það bara út frjálsa markað, þá held ég að það yrði alveg ótrúlega gerjun ef að bara þáttagera fólk og fjölmiðlafólk og annað geti sótt í þann grunn þá púlíu fjármagns og búið til hvort sem að það veri þættir, kvikmyndir eða annað efni. Ég held að... Þetta er ekki að hugmyndið þín? Ég veit ekki hvort þú ert þetta að meina það. Það var bara að fara dæmi með stuðning við bókmyndir, að styðja rithöfundana beint, sem að muni leiða til þess að það er auðvitað stuðningu við prentarann og bóksalann og þar fram undir götunum. Aftur hugsum þetta bara upp á nýtt. Ég til dæmis, ég veit alveg að það er umdeilt, en mér finnst algjörlega fáránlegt að hverju ríkið er að selja rauðvín, hvítvin og sígarettur. Við treystum... Það er af því að þetta eru vímuefni og hættuleg. Já, en við treystum samt sem áður örugglega 800 útsölustöðum á Íslandi sem eru... Við erum ekki góða reynslas brúttsölunum. Þeir voru ekki vandra virðingu. Ég er ekki að tala um þá. Ég er að tala hér bara um virðuleg veitingahús og bari og annað sem við treystum til þess að selja þessa vöru eftir lögum
og ríkið á bara að selja þessar vínbúðir, koma sér út úr þessu rekstri og setja bara skýran lagarama fyrirkomulega sölu. Þannig ef hver sem ætlar að selja þessa viðkomu vöru, hann þarf þá að beygja sig bara undir þann lagarama. Það getur verið vínbúð inn í Hagkaup í Skeifunni, hvernig sem það sem eru rimlar og hún má bara vera opin í eitthvað ákveðin tíma og svo framvegis. Þetta er ekki sparnað, þú ert bara að færa til kostnaðinn. Nei. Jú, líklega tekur ríkið áfram áfengisgjaldið. Já, en það liggja alveg eignir hjá ríkinu í húsnæði og öðru. Það maður bara, þú getur bara keypt vínbúðna, hænsbjóndi, getur keypt þetta allt saman. Má ég aðeins spyrja að því að við verðum með RÚV, því að það er eitt svona hittamál sem búið að vera hérna bara í 2-3 ár það hvort að Ríkisútvarpið að taka þátt í Eurovision meðan að Ísrael er að keppa. Hvað finnst þér? Mér finnst að við bara taka þátt í þessari keppni, já. Þetta er söngvakeppni. Og þetta er keppni sem var sett á laggirnar eftir seinni heimsstyrjöldina til þess að þjóðir myndi vinna betur saman, vinna einmitt búa til svona meiri samheldni og annað og ég held að það hlutverk sé nú eða svona kannski hvað maður segja, sá tilgangur, hann ennþá þarna eitthvað staðar og mér finnst að við höfum bara að taka þátt í því. Og eins mæta Ísraelsmönnum á íþróttabúndum. Eins og við erum búin að spila tvisvar við Ísrael bara á stuttum tíma. Að það sé rétt að gera það. En Sameinuðu þjóðirnar voru að meru þá niðurstöðu að það væri framið þjóðarmorð á Gaza. Og ef það er framið þjóðarmorð á Gaza þá ber okkur að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það. Finnst þér íslensk stjórnvöld gera nóg til þess að stöðva þjóðarmorðið á Gaza? Sko nú fylgjum við alþjóðalögum og við höfum... Alþjóðadómstóllinn hefur sagt að séu mikla líkur til þess að sé fram í þjóðarmorðana og það var fyrir næstu 2 árum síðan og ekki hefur ástandið batnað. Já. Það er alveg klárt að við sjálfstæðismenn, við styðjum þessa 2 ríkja lausn. Ég held að þetta við eigum að fylgja þeim alþjóðlegu reglum og við eigum líka að fylgja þeim ríkjum sem við vinnum hvað mest með í þessu máli og þetta er náttúrulega hryllingurinn hann er ólýsanlegur og auðvitað eigum við að gera allt sem við getum til þess að þarna geti komist á 2 ríkja lausn. Það verður alltaf í alþjóðlegu samstarfi, það verður alltaf í samvinnu annarra ríkja, ég nefni sem dæmi Norðurlandana eða annarra ríkja Evrópu og ég tel að við eigum að fylgja þeim og einblína á það að það verði komið á 2 ríkja lausn þar sem að þessar þjóðir geti búið til einhverja framtíð hlið við hlið. Það er kannski ekki raunhæft núna 2 ríkja lausn. Það er ekki stuðningur í Ísrael, það er ekki stuðningur í Palestínu. Þessi styrjöld núna er eins og þú sagðir búin að eiga sér stað núna í tæp 2 ár. Við mögum heldur ekki gleyma hvernig hún hófst. 1948 það var? Nei, þessi hrina. Og þú getur nú þess að það kannski farið bara 2000 ára aftur í tíman ef þú vilt það. En í október 2023 þá réðust Hamasliðar inn í Ísrael. Tóku þar 250 gísla. En ekki þetta réttlæta þjóðarmorð með þessum? Nei, ég er ekki að því. En það eru átök þarna á milli Palestínumanna og Ísraela. Og ég hef til dæmis sagt það að Hamasliðar verði að skila öllu sínum gíslum. Og ég held að það, til dæmis það eitt og sér, að þá verði betri grundvöllur til þess að ræða frið þarna og leggja þessi átök niður. Það sé fyrsta krafa íslenska stjórnvalda að Hamas sleppi gíslunum? Já, Ísraelsmenn hafa nú sagt það, ítrekkað, að Hamasliðar verði að sleppa þeim gíslum sem þeir hafa haft í haldi í tæp 2 ár. Og ég held að það sé hluti af því
að hamaslega sleppi gíslunum, að það sé hægt að setjast niður og ræða hér 2 ríkja lausn og þá frið í framhaldinu. Hinn svoköldu útlendingamál, þau voru á þinni könnu, þú varst dómsmálaráðherra. Sér þú mun á stefnunni sem var rekin í þeirri ríkisstjórn og þeirri stefnu sem núverandi ríkisstjórn er reka? Nei, ég get nú ekki sagt það, en það öll mál sem að þau hafa komið með í þessa veruna eru nú bara mál sem að ég var að vinna með eða voru á þingmálaskrá hjá mér í fyrra og eru beinu framhald af því. Þannig að ég sagði það nú í umræðum á þingju daginn að við sjálfstæðismenn munum að sjálfsögðu styðja þessi mál. Í einhverju málum myndum við vilja kannski ganga eitthvað lengra og þá munum við gera breytingatillögur eða vera með stjórnarandstöðunni á breytingatillögum í þá veruna. Kemur það óvart að ríkisstjórnin taki upp sína stefnu? Nei, jú, það kemur mér kannski óvart því að lít tilbaka einhverja mánuði aftur í tíman þar sem að þessi flokkar sem nú situr í ríkisstjórn og þá er ég aðalega að tala Viðreisn og Samfylkinguna að þau studdu ekki þær breytingar sem ég var að gera í fyrra og Jón Gunnarsson var að gera í hittifyrra. Þannig að það svo kannski umpólun hjá þeim í þeirra stefnu kemur auðvitað á óvart. En það kemur ekkert á óvart þegar maður bara horfir á málaflokkin í heild og þar bara mjög knýjandi að við náum betri stjórn á þessum málaflokki, ekki bara hvað varðar hvernig vinnan við hann heldur líka nániðu þessum gríðarlega mikla kostnaði sem var komin í hennar málaflokk. Það fækkar mjög hratt hælisleitendum. Já, og það gerist meðal annars vegna þeirra breytingar sem að ég og Jón Gunnarsson gerðum á lögum útlendinga 2023 og svo aftur 2024. Það var algjör forsenda fyrir því á síðasta ári að gera breytingar að útrýma sér íslenskum málsmeðferðarreglum til þess að við vorum bara með svo veikt kerfi hér samanborið við önnur ríki í Evrópu og sérstaklega á Norðurlöndunum að það getur ekki gengið upp. Það getur ekki gengið upp að við séum hér ekki bara hlutfallslega, heldur bara einnig með þann fjölda að við séum hér í hæstu hæðum í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir hvað varðar fjölda umsókna. Og það heldur ekki gott þegar við erum með kerfið svona einhvern veginn laust í reipunum að þá erum við á sama tíma að við erum að grafa undan verndarkerfinu. Við erum að grafa undan því að þetta kerfi sem að við höfum skrifað upp á alþjóðlega skuldbindingar til að það virki hér á Íslandi. Og það er alvarlegt. Það er alvarlegt til dæmis að við höfum verið að fá hér gríðarlega stóra hópa fólks sem að bara falla ekki undir skilgreiningu flóttamanns. En ég ber alveg virðingu fyrir því að það er fólk sem vil koma hingað til að leita sér að betri lífskjara. Það hefur rétt á að sækja og það sækir en það fær synjun og kannski fólk sem er komið með vernd í öðru ríki það á ekki að geta ferðast á milli landa í Evrópu til bara hvar er boðið best og svo framvegis vegna þess að þetta er verndarkerfi, þetta er kerfi sem ætlar að grípa þig ef að þú ert í lífshættu og þá átt þú ekki að geta flogið hér á milli landa, það er betur boðið í Danmörku, ég færði þangað eða eitthvað annað og þetta kerfi þegar á 2 árum fengum við yfir 9.000 umsóknir og það liggur í hlutariseðli, við lendum í erfiðleikum með að hýsa þetta fólk, kostnaðurinn var gríðarlegur og við náum ekki. Þar var náttúrulega Úkraína og þá var Venezuela líka í gangi á þessum tíma. Já. Þetta voru mjög stóru hópar líka. Þetta er ekki einn svona almennur vandi í kerfinu. Það meina aðeins að byrja, af því að þú ert að segja þegar við breytt lögum og nú sé færri umsóknir vegna ykkar breytinga. Þið eru þá ekki á því að segja við náðum í gegn einhverju breytingum og við erum sátt við það, en þið viljið segja við viljum þá ennþá frekari, að herða enn frekar reglur hælisleitendur. Ríki Evrópu og ríki Norðurlandana þau eru öll að herða. Við erum búin að vera síðustu ár alltaf á eftir og ef við erum alltaf á eftir þá erum við alltaf, ég vil samræma útlendingalöggjöf okkar Norðurlöndunum og öðru ríkjum Evrópu. Við getum ekki verið hér með allt aðra reglur og lög heldur en gilda í löndunum í kringum okkur. Það gengur bara ekki upp. Og núna til dæmis eitt af þeim málum sem að
núverandi dómsmálaráðherra með að það innleiðing á því sem kallað hælispakki Evrópusambandsins. Það mjög mikilvægt að við innleiðum hann og gerum það hratt og vel strax á næsta ári til þess að við verðum einmitt ekki eftirbátar annarra ríkja. Sömu reglur hér og annars þar. Já. Og ef að við innleiðum ekki, þá högtir það í hinum löndunum líka. Miðflokkurinn hefur verið með mikla áherslu á innflytjendamál og stundu þegar maður hlustar á formanninn og fleiri í þingflokknum. Þá hljómar það svolítið eins og að ástæðan fyrir því að grunnkerfin okkar eru ekki sterk, eru innflytjendur. Aukinn glæpur í Íslandi, það er innflytjendur og þar fram eftir götunum. Hann var daginn meira að var verið að tala að verðbólgan hefði ekki farið niður, það voru innflytjendur. Er munur á afstöðu miðflokksins til innflytjendamála og Sjálfstæðisflokksins? Eða eru þið kannski á þessari sömu línu að meðan hann að tala svona, að þá metið það sem svo að þið verður að tala svona líka, því annars getur þið mist ykkur atkvæði yfir í miðflokkinu? Sko miðflokkurinn, hann bara sér sína stefnu og tala fyrir sig og við tölum fyrir okkur í Sjálfstæðisflokknum. En eru þið sammálunum í þessum málum? Við erum sammála í einhverjum anga þessara mála og ósammála í öðrum. Það er bara eins og gengur að gerist. Þetta er ekki einn og sami flokkurinn. Þér tíðrætt hér fyrirtækin í landinu og þér tíðrætt hérna stórfyrirtækin. Mér langar nú að minna það, Gunnar Smári, að 95% allra fyrirtækja á Íslandi eru með 10 starfsmenn eða fleiri. 95%. 10 eða færri? Já, 10 starfsmenn eða færri. Við eigum eiginlega engin stórfyrirtæki á Íslandi á þeim mælikvarða sem er notaður í öðru löndum. En við eigum alveg stórfyrirtæki á íslenska mælikvarða, eins og til dæmis stóriðjuna og svo framvegis. Við höfum nú bara verið þannig í þeirri stöðu á síðustu árum á Íslandi að hér hefur verið hagvöxtur langt umfram önnur ríki Evrópu. Og þegar er hagvöxtur, þá þýðir það að það er kraftur hér, undirliggjandi kraftur í atvinnulífinu. Og við höfum séð það sérstaklega kannski í ferðaþjónustu sem og öðrum greinum. Við sóum að okkur fólk sem alveg þangað til bara nýlega var alltaf talið vera mjög góð tíðindi. Býtu, leið mér að klára. Og þegar er hagvöxtur og þegar atvinnugreinarnar okkar að þær þurfa að geta þannig sér út og þær þurfa líka að geta að dreigja sér saman þegar þannig árar. Og það kallar á aukið vinnuafl. Það kallar á að fólk getur komið hingað og dreigið vagnin í atvinnuláti, tannhjól atvinnulífsins snúast. Þannig að við sköpum hér verðmæti og getum byggt undir lífskjör okkar. Og það er vel og það er gott. Og eins og ég sagði áðan að þá er þetta kerfi okkar tvískipt. Þú getur komið hingað og sótt alþjóðlega vernd, en það liggur í því að lífi þínu og limum er ógnað. Þú ert í lífshættu. Og þá ef að þú uppfyllir allt sem þar liggur að baki, að þá ætlum við að grípa þig og styðja þig í þeim erfiðleikum sem þú ert að kljást við. Svo aftur á móti getur þú komið frá einhverju ríki þar sem að lífskjör eru lakari en hér og þú ert að leita þér að betri lífskjörum fyrir þig og þína fjölskyldu. Þá verður þú að koma hér í gegnum dvalarleyfiskerfi. Það þýðir að þú leitar þér sjálfur að vinnu, þú leitar þér sjálfur á húsnæði, þú framfleytir þér sjálfur og berð ábyrgð á sjálfur þér og tekur þátt í því að greiða hér skatta og gjöld og reka íslenskt velferðarríki. Þannig koma langflestir innflytjendur til landsins. Þannig koma langflestir innflytjendur til landsins. Og við eigum ekki að hafa horn í síðu þess fólks og ég vara við því ef að við ætlum einhvern veginn að fara hér í útlendingaumræðinu á þenn stað að það fer að jaðra við einhverja útlendingaandúð, ég vara við því vegna þess að við byggjum svo íslenskt atvinnulíf á því að fólk, hæfileikaríkt fólk með þekkingu sem við kannski eigum ekki hér heima sjálf. Ég get nefnt sem dæmi svo Alvotech sem að fá hér marga sérfræðinga, lært fólk með doktorsgráður og annað frá Indlandi, Bandaríkjunum, Bretlandi eða öðru löndum og við eigum einmitt að hafa sveigjanleikan hér í vinnu umhverfinu okkar þannig að fyrirtækin geta leita þeirra þekkingar sem þeim vantar og skortir og dreigi fólk til vegna þess að það fólk mun aldrei gera neitt annað en að auðga og bæta íslenskt samfélag. Og svo líka ábyggilega býst þið við að sé fólk á gólfinu í Kjörís sem eru innflytjendur, sem eru að vinna þar? Í öllum fyrirtækjum, sérstaklega framleiðslu fyrirtækjum.
sem kemur bara vinnur inn að svona hefðbundna verkamannavinnu. Já, og af því þú nefndir fjölskyldufyrirtæki mitt að þá hefur við verið mjög heppin í gegnum áratugina og við erum með fólk, erlenda starfsmenn sem ég lít nú bara á sem Íslendingi í dag því þeir eru búin að vera hér í 20-30 ár og eru bara orðnir Íslendingar. En ertu að segja þetta vegna þess að það hljómar svolítið í stjórnmálaumræðinu eins og sem verið að tala að það sé vandamál á Íslandi og jáfnvel menningarlegt vandamál hversu innflytjendum hefur fjölgað hratt hér. Það sé standi ógn í íslensku tungu standi ógn að því. Þú kannast við þetta. Þú heyrir þetta bara í púltinu í þingi. Já. En ertu að andmæla þeim hugmyndum að okkur standi svona sérstök ógn af fjölgun innflytjenda á Íslandi á undanförnum árum? Ég kannski fyrst og síðast að segja þetta. Fyrst þetta nú bara mín skoðun, sko. En ég líka að ávarpa þetta vegna þess að núna er ríkisstjórnin að hefja vinnu við að móta atvinnustefnu til ásins 2035 og forsætisráðherra hefur ítrekað tala það eins og uppgangur hér ákveðna atvinnugreina að það sé eitthvað vandamál að við séum ekki að það sé ekki nógu mikið svona virðisauki í ákveðnum atvinnugreinum eins og til dæmis ferðaþjónustunni og ég er að vara við því. Þetta er ósamlega þessu, að það sé ekki klók atvinnustefna að byggja hér upp atvinnugrein sem að fyrst og fremst fjölgar láglaunastörfum, að það sé ekki heillavanleg þrú, svo þetta andmæla því. Ég er að andmæla þessari orðræðu, já, en þú ert líka að tala hér við fyrrum formann samtaka iðnaðarins sem talaði sleitulaust fyrir því öll þau ár sem ég var í stjórn samtaka iðnaðarins að við Íslendingar við verðum að byggja upp sterkari hugvitsdrifin iðnað á Íslandi, hugvitsdrifna framleiðslu eða verðmætasköpun vegna þess að eiginlega öll okkar verðmætasköpun byggir og við erum í svo auðlindadrifnu hagkerfi. Hvort sem að það er ferðaþjónusta, sjávarútvegur eða orkufrekur iðnaður, þetta er allt byggt á auðlindum og þess vegna verðum við að byggja sterkt atvinnulíf á hugvitinu sem er svo auðlind sem að aldrei dvín. En þegar ég segi það, þá segi ég það á sama tíma verðum við að vera meðvituð um það að ferðaþjónustan er í dag næststærsta útflutningsgreinin okkar. Hún er gríðarlega mikilvæg, yfir 30.000 störf í greininni og þetta er svo grein sem að hefur til dæmis móta mjög byggðafestu núna hérna hringinn í kringum landið, hefur snúið við fólksflótta frá landsbyggðinni í einhverju mæli. Umbreytt þínu kjördæmi í Suðurlandinu. Gjörbreytt mínu kjördæmi og í öllum atvinnugreinum. Við getum ekki alhæft atvinnugreinar. Í öllum atvinnugreinur er breytt starfa risastór. Þú þarft sérfræðinga, þú þarft viðskiptafræðinga, þú þarft markarsfólk, þú þarft upplifunarsérfræðinga, þú þarft sérhæfða leiðsögumenn og svo framvegis. Svo þetta er líka fólki sem bara býr rúmið. Þú þarft það líka. Það er stundum talað alltaf eins og það sé einhvern veginn ómerkilegra fólk. Sko. Nei, ég er að segja það. Það er mér þess að fólk sem að þú ætlar að tryggja að geti keypt sér húsnæði. Já. Vegna þess að við öll skiptum máli, Gunnar Smári. Þú getur ekki rekið hótel ef þú hefur ekki fólk sem að skiptir á rúmunum. Og þú getur ekki rekið það hótel ef að það fólk hefur ekki húsnæði. Gervigreindin mun ekki leysa það. Gervigreindin mun ekki. Gæti leyst viðskiptafræðingin. Viltu selja Landsbankann? Ég er hlynnt því að við seljum Landsbankann. Ég var hlynnt því að við myndum selja Íslandsbanka. Sú sala gekk afskaplega vel. Bæði fyrri salan gekk nú bara betur heldur en seinni salan. Nú kostaði Sjálfstæðisflokkinn töluvert fyrri salan. Það getur vel verið, en hún gekk nú mun betur heldur en seinni salan og ávinningurinn fyrir ríkissjóð var meiri. Reyndi Sjálfstæðisflokknum mjög illa að fá þetta beint ofan í sveitarstjórnarkosningar. Já, það breytti því nú samt ekki að niðurstaða sveitarstjórnarkosninga síðast það var nú bara hagfellt fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Við höfum verið á þessu kjörtímabili langstærsta pólitíska afli á sveitarstjórnarstiginu með 140 kjörna fulltrúa eða 150. Þú selja Landsbankann, Ríkisútvarpið, ÁTVR, viltu selja Landsvirkjun? Nei, ég vil ekki selja Landsvirkjun. Ísavía? Ha? Ísavía? Nei, ég vil ekki selja... Flugstöðina bara? Nei, flugstöðin er nú bara þannig að það er nú bara komin einkarekstur í flugstöðina. En af því þú spyr mig um Landsbankann Landsvirkjun Já, hvort vilt ég svari? Þú byrjar á Landsbankann Ég byrjar með Landsbankann Þú sagði bara að selja Landsbankann þannig við rættum það ekki frekar en Landsvirkjun sagði nei og það sagði af hverju Vegna þess að þetta er eitt af þessu svona grunn innviðum þjóðarinnar sem að ég tel rétt að þjóðin eigi Það hefur oft verið misskilið orð mín þegar ég var formaður Landssamtaka lífeyrissjóða þegar ég varpaði fram þeirri hugmynd
að okkur vantar fjármagn til að byggja upp innvið á Íslandi. Og þá varpaði ég fram þeirri hugmynda sem dæmi væri hægt að selja hluta af Landsvirkjun, minni hluta Landsvirkjunar með mjög sérhæfðum hætti til lífeyrissjóða eingöngu á Íslandi og það væri hægt að setja mjög mikið stífan lagarama utan það fyrirkomulag og þar með getum við fengið 10 milljarða til þess að byggja upp vegi, byggja göng og bæta hér innviði þjóðarinnar. Þetta sagði ég vegna þess að þegar ég var stjórnarformaður lífeyrissjóðs verslunarmanna þá tók ég þátt í því að fjárfesta fyrir íslenska sjóðsfélaga að fjárfesti innviðum annarra landa sem eru í samkeppni við Ísland. Að byggja upp vegi, hafnir, flugvelli og annað bara í Hollandi, Kanada og eitthvað staðar og meðan okkur skortir þetta allt. Og þá verðum að líka að leita leiða hvernig getum við með öllum tiltekum hætti byggt upp innvið á Íslandi til hagsbóta fyrir Íslands samfélag. Og svo væri þannig bara þannig að lífeyrissjóðirnir þeir mættu kaupa og selja sín á milli en það mætti ekki fara út fyrir og þannig myndi eignarhald fyrirtækisins haldast hjá almenningi vegna þess að almenningur á nú lífeyrissjóðan í landinu. En ég var nú nánast bara tekin á lífi fyrir þessa hugmynd mína og þetta var nú bara hugmynd. Nei, ég held ég endurtækja hana ekki og þess vegna segi ég nei, mér þykir vænt Landsvirkjun og þetta er einn af þessum grunninnviðum sem er raforkan okkar. Rétt eins og vatn og annað sem að ég tel að þjóðin eiga. Hefur áhyggjur af stjórnmálaþróun í Bandaríkjunum? Já, ég hef það. Það er ekki annað hægt. Já, ég segi þó það nú væri svo. Já, það er ekki annað hægt en að leiða hugan af því að Bandaríkjunum er stórkostlegt land, risastórt og með öll þessu ólíku fylki og börnum mín hafa notið þar að gæfu að dóttir mín var þar í 7 ár á skólastyrk að spila körfubolta og nú hefur sonur minn verið þar í 2 ár líka á skólastyrk og þau hafa verið í ólíkum fylkjum og það hefur verið lærdómsríkt fyrir mig að heimsækja þau og kynnast nái fólki og bara til dæmis dóttir mín var lengi í Pennsylvania sem er nú eitt svona velstæðasta svona fylki Bandaríkjanna þar sem meðaltekjur mjög háar og svo var sonur minn búinn að vera í 2 ár í New Mexico sem er á allt öðru stað efnahagslega. Mikið vaxtarsvæði. Mikið vaxtarsvæði núna. Þannig að það eru þetta og þegar þú horfir á Bandaríkin núna yfir allt sem búið að vera að gerast þar á síðustu árum að það er svo mikilvægt fyrir okkur að þetta stóra lýðræðisríki að það sé sterkt og núna finnst manni einhvern veginn eins og það sé verið að já, það sé aðeins að molna undan því og maður hefur ágjör á því og það er vert að hafa ágjör á því í öllu alþjóðlegu samhengi. Repúblikanaflokkurinn er kannski hægt að horfa þannig, systurflokkur Sjálfstæðisflokksins. Það eru forysta Sjálfstæðisflokksins hefur oft farið á landsþing, ég held að ekki undanfarið reyndar. Hvað veldur þessari þróun þessa flokks? Er hægt á að Sjálfstæðisflokkurinn geti þróast með sama hætti og orðið svona valdbóðsflokkur sem að reynir að ná stjórn á háskólakerfinu, fjölmiðlunum, beygjar það undir sig? Nei, það held ég ekki. Þetta er ekki rætur í hægri stefninu sem hann er að kjósa upp? Nei, og ég held að þú vitir það einstinni að það er það ekki. Nei, ég ætla að vona að engin stjórnmálaflokkur í Íslandi fari einhvern veginn í þennan farveg en við skulum ekki gleyma því að repúblikanaflokkurinn er kannski 2 eða 3 skiptur núna í Bandaríkjunum þannig að það eru líka átök innan flokks þar hvaða stefna og taka og í hvaða átt fólk er að fara og þannig að fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir okkur öll að þá held ég að segja nauðsynlegt að hafa það í huga að við sem erum í stjórnmálum og við sem erum í pólitík og við sem erum í forsvari eins og ég er núna að það er mikilvægt að við reynum alltaf að tala inn í samstöðu þjóða að við reynum að valdefla fólki okkar það erum við að reyna að gera í pólitík til dæmis, við erum að reyna að skapa frjóansvörð fyrir fólk sem hefur framsagnar og frábærar hugmyndir til þess að láta þær vera veruleika
búa sér til framtíð, stofna fyrirtæki og svo framvegis. Og það skiptir rosalega miklu máli að við í pólitík að við tölum inn í það inn í þessi tækifæri fólks. Og við séum ekki að við berum öll ábyrgð á því hvernig orðræðan er og hvernig við tölum til hvors annars og hvernig við mótum stefnu okkar pólitísku afla. Og Sjálfstæðisflokkurinn, honum hefur tekist það í tæplega 100 ára gamalli sögu sinni að vera sterkt borgaralegt afl í íslensku samfélagi. Þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki aðleið á sundrungu og mun aldrei aðla á sundrungu. Þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur líklega verið við stjórn landsins frá stofnun lýðveldis, hugsa ég svona örugglega hátt í 80% af tímanum. Það er svo mikið myndi okkur segja. Já, af hverju myndur þú segja það? Ég segi að ykkur segir það alveg. Já, þá ætla ég að segja... Þannig er samfélagið bara. Já, en af hverju ættir að segja það? Það er allir ánægðir með ykkur, það bara er þannig. Nei, í upphafi síðastu aldar var Ísland fátækasta ríki Evrópu. Og núna erum við eitt ríkasta land heims. Meðan þess eru uppbyggingu samvinnuhreyfingarinnar og þeirra fyrirtækja sem að voru og þeirra vegum með uppbyggingu bæjarútgerða og okkur auðnaðist til þess að láta orkukerfi vera byggt upp á opinberum vettvangi og fleira. Við höfum gert margt rétt. Þetta gerðist líka undir styrkri forystu Sjálfstæðismanna 80% af tímanum. Hefur okkur farnast vel á vakt Sjálfstæðisflokksins og það er einlæg ósk mín að svo verðum alla framtíð áfram. Aðeins að við fyrir aftur í upphafi að því að þú varst kosin formaður og mjög naumt og bara er ekki naumast það í sögunni. Og svona utan að frá sig þá erum við að fylgjast með þessu og sömurleitið kemur fram núna með haustun og þá er eins og sért að herða tökin að reyna að safna í kringu því fólki sem ætlar að vinna með í því að setja einhvern annan svip á Sjálfstæðisflokkinn. Og við veltum því fyrir okkur að þetta verður svolítið langur tími næstu því meðganga sem er frá því varst kjörinn og þangað til að þú tekur til hendinni, getur við sagt þess svo. Á þessu tíma þá venst svona hugmyndum að kannski er Guðrún bara svona millibils ástands formaður. Og þannig hún verður svona til og það verður erfiðara fyrir þig að ná hópnum saman og það gerist þannig að þegar kosin þá þarf til að sækja sem formaður hjá þeim sem að kursuðu ekki og maður er að vera varfið það er mikla væringar í flokknum og fólk er ósátt ennþá það er ekki komin svona árangur sem að þú veit ekki þeirri stöðu sem Kristrún hefur sem að bara fylgið veikst og þá er enginn að hafa neinar athugasemdir við Kristrúnu en þú býrð ekki við það. Býstu við að fá sterkt framboð á móti þér á næsta landsfundi? Ég er bara ekkert farin að huga að næsta landsfundi. Hvenær verður hann? Hann verður eitthvað tíman á árinu 2027 og ég er ekkert farin að huga því. Ég er bara í þessu verkefni núna. Það er rétt að það var líklega naumasti meirihluti sem hægt er að fá á þessu landsfundi og ég hef verið mjög meðvituð um það. Auðvitað er það þannig í svona leiðtogakjöri eins og átti sér stað hjá okkur í mars að það eru, ég ætla að leyfa mér að segja, 2 öflugir einstaklingar að sækja að komast til æðstu metorða hjá flokknum og það eru ekki allir sáttir eftir svoleiðis baráttu. Það er mitt hlutverk núna að ná fólki saman og ég hef trú á því að það sé gert líka vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er þannig flokkur að við þekkjum það og kunnum það að takast á, það kemur niðurstaða og svo saminist við þá niðurstöðu. Það er hluti af góðsögninni Sjálfstæðisflokki sem ég var alveg fyrir að hlusta á. Mér finnst eins og það eigi síst við þetta kjör. Af því að vanalega þá voru kannski verið að kjósa á milli tveggja og svo eftir þá er flokkurinn einmitt hefur þann svona félagslega þroska að sætta sig við formannin sem kemur. Mér finnst það að vera síður núna heldur en áður. Ég heyri meiri svona kergjun í flokknum eins og hann sé, kannski var óánæginn orðin svona djúpstað í flokknum. Að mér finnst hún ennþá krauma eins og bara ákveðin svona neikvæðinni sjálfstæðismanna gagnvart flokknum haldið áfram. Er þetta ekki þín? Jú. Líka ég ætla að segja sko Davíð Oddsson sagði upphafi þegar hann kom inn í forsætisráðherra, hann var í vandræðum með Matthías Bjarnason, Egil Jónsson og ég man ekki hvað svo þriði var, að þeir voru ekki fylgjandunum, ég kusu Þorstein og þeir voru bara svolítið stífur á sínu og hann þurfti mikla vinnu til að
fá þá raunverulega til að virka eins og hann vildi og Ólafur Adolfsson, hann var sleini þingmaðurinn sem var á fundinum þínum þegar var þess að tilkynna framboðið. Þannig að þá allir hinir þingmennir eftir og eru þeir svona öfugir gagnvartir og... Nei, nú var ég bara að koma í gær. Við fórum þingflokkur Sjálfstæðisflokksins í vinnuferð á föstudaginn upp í Borgarfjörð og vorum allan föstudaginn að stilla saman strengi og komum heim eftir hádegi í gær. Það var frábær fundur. Mikil samheldni í hópnum, gleði og bara frjóir hugar. Ég stolt af þessum þingflokki. Ég tel að við séum með sterkasta þingflokkin á Alþingi Íslendinga. Við erum líka með gríðarlega öfluga starfsmenn og þetta bara verkefni, strákar. Pólitík bara átaka vettvangur og þetta bara verkefni mitt. Vinna hérna stuðning frá öðrum með einhverjum hætti því að sumir verður bara með hangandi haus eftir úrslitin. Það væri gott fyrir að fá svona smá upplýftingu í skoðanakönnunum. Já. Og þú hefur ekki fengið það? Nei, ég held að það hafi líka spilað bara inn í það mál sem við vorum að ræða hér áðan sem var umræðum veiðigjöld að við töpum ákveðnu pólitísku kapitali í gegnum þá umræðu og ég er bara meðvituð það. Í síðustu skoðanakönnunum voru við þó í 19,7%. Það ekki ásættanlegt en ég ætla nú líka að minna það að hún Kristrún Frostadóttir rauk þegar hún tekur við Samfylkingunni að þá voru þau í andarslitrunum. Og þau eru núna í skoðanakönnunum að slá í 35% fylgi. Já. Það bara svipa fylgi og ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir fékk hérna á fyrstu mánuðunum eftir að þau settust í ríkisstjórn 2009 og hvernig fór fyrir þeim 2013. Þannig að þetta nú bara hið pólitíska spektrum og við förum upp og niður. Framsóknarflokkurinn, hann í vandræðum. Vinstri grænir eru ekki á þingi. Það var líka verið að hegna þeim flokkum sem að voru í ríkisstjórn síðustu 7 ára og ég held að fólk hafi verið leitt á þeirri ríkisstjórn og viljað eitthvað nýtt. Ég vorkenni mér og ekki neitt að vera í stjórnarandstöðu og þingflokkurinn vorkenni sé bara ekki neitt. Við sjáum mörg tækifæri í því, okkur liði vel í stjórnarandstöðu og ætlum að sinna því hlutverki vel. Standa okkar vakt sem okkur ber skylda til að veita ríkjandi valdhöfum aðhald. Þannig að bjóði mig bara í viðtal eftir einhverja mánuði og við skulum taka púlsin á þjóðinni þá. Ein létt spurning í lokin. Eru þið í græna herbygginu núna? Framsóknarherbygginu í þinghúsinu? Nei, við fengum ekki einu sinni græna herbyggi. Nei, við erum í Skála, í gamla herbyggi sem samsett Pírata og Flokks fólksins. Við erum allsæli í þessu herbyggi. Já, þetta í rauninni betra herbyggi við vorum í því að hitt herbyggi okkar var í gamla hluta Alþingishússins og það voru súlur inn í miðju herbyggi. Virðulegt herbyggi. Mjög virðulegt og hérna þetta herbyggi bara mjög gott herbyggi. Hins vegar að þá rifust við nú út af því hvort við ættum að vera eða fara út úr því herbyggi vegna þess að reglurnar sögðu til það að við ættum og skrifstofustjóri Alþingis Ragnar Árnadóttir var búin að úrskurða það að við ættum að vera í þessu herbergi. Þess vegna var mjög óeðlilegt og það mikið stjórnlyndi að þegar að forsætisnefnd tekur til starfa undir nýrri ríkisstjórn að þá það fyrsta sem þau gera það að breyta reglunum. Þannig að mér fannst þetta að vera mikill sandkassaleikur í ríkisstjórninni en svona hófu þau síðasta þing og það var nú margt athugavert í þeirra vinnulagi framhald af því. Þannig að ég vænti þess líka að stjórnarflokkarnir að þau komi núna til þings með svona bætt vinnulag og að leiðarljósi inn í þennan þingvetur. Tökum undir það bara. En Guðrún Hafsteinsdóttir, þakka kærlega fyrir að vera með okkur. Takk fyrir. Og svo ætlum við bræður að spjalla saman hérna rétt á eftir.
Já, við erum hérna að ljúka þættinum Sigurjón Magnús og ég, Gunnar Smári, Egil Synir. Hérna, það var margt í þessu viðtali við Guðrúnu. Já, ég bara man alltaf eftir neins ákveðinni eins og hún var hérna. Pólitík. Já. Vansföðuleg. Já, það er til það hugtak. Hún var ákveðin. Já. Nei, mér finnst það áhugavert. Og kannski við deilum ekki öllum pólitískum skoðunum en ég verið að vera ykkur verið að hún hafði skoðanir á því sem hún var að tala um. Já, en þetta er verkefni sem hún hefur að raða saman Sjálfstæðisflokknum og sömuleitt er þetta ekki einfalt að vera með Viðreisn öðrum megin og Miðflokkin hinum megin. Já, og svo líka náttúrulega eins og kom inn á þetta var svo jafn kostning þegar hún bauð sig fram til formans, hún Áslaug Arna, það er bara sjónamunur. Og það er náttúrulega í þingflokknum fólk sem voru sinni sem Áslaugar Arnu og hún, ég heldur sé að vinna í þessu, ég trúi henni bara að ná þingflokknum bara með sér. Mér veist ég heyra svona þessi neikvæðni sem var í Sjálfstæðisflokknum í síðustu misseri ríkisstjórnar Katrínar og Bjarna. Já. Mér fannst það komir svolítið óvart að það hélt bara áfram eftir þetta formannskjör. Það var svona eins og væri allavega meðal hluta flokksmönnum, svona engin vilji á því að skapa frið eða svona stundu gerist þegar fólk bara festist í svona einhverju neikvæðinu töði. Það var sem það að vera svona svolítið ríkjandi í Sjálfstæðisflokknum sem að heyri það í þessu svona hægra podcasti. Það er rosalega svona neikvæðni gagnvart flokknum og Guðrúnu og svolítið að það sé vera einhver hópur sem er að tala sinna það að Guðrún sé svona millibilsformaður. Já. Og það er eftir að finna framtíðarleiðtogann. Já. Það er þá eitthvað sem sagt hlutu hópnum. Þeir sem eru lengst til hægri í flokknum. Já, sem voru sömu og voru að sjóða mikið undir óanægju með flokkin í ríkisstjórn Katrínar og Bjarna. Já. Sem voru alltaf þessi gagnrýni á flokkin var oft hörðust innan úr flokknum sjálfum. Já. Þannig mér finnst það hafa svolítið haldið áfram. En það verður mjög áhugavert að hún ætla að bóða einhverja húsnæðisstefnu. Kannski kemur Sjálfstæðisflokkurinn með róttæka húsnæðisstefnu. Hún sagði það. Það er bara verið að vinna fyrir hann eða með inni. Og líka með ríkisútvarpið, hún vil alveg gera breyta því. Já, hún vil bara leggja það af. Það er nú Sjálfstæðisflokkurinn, það er hérna með ÁTFR og ríkisútvarpið. Manstu hvernig þau byrjaði að tala um þetta? Nei. Er það ekki bara svona fyrir 1980 eitthvað? Jú. Er það ekki svona ungir sjálfstæðismenn svona þegar Jón Magnússon og Ellert voru þar? Er þetta ekki sú kynslóð sem eiginlega tók þetta mál upp? Og Friðrik Sófusson. Já, búið að vera að tala um þetta síðan 1970. Já. Þeir eru búin að vera í ríkisstjórn meira að minna síðan þá? Já, en hún komur til úr að hvernig hún vildi gera þetta. Já, bara dreifa penningunum til einkamiðla með einhverjum hætti. Já. Og hvað er þið eftir? Rás 1 og sjónvarpi sem eru þá íslenskt og norrænt. Það er takmarka þá stofnun allverulega og nefskatturinn í burtu. Já. Ég veit ekki, við erum með ríkisútvarp í kringum okkur og þau hafa þróast svona með öðrum hætti. Það eru, hvað allir BBC sem margar útvarpsrásir, ég held að sé 16 eða 20 sko. Þeir eru náttúrulega með svæðisútvarp hérna út um allt. En svo er það líka þannig að eftir því sem hlustendahópurinn svona eldist, að þá stofna þeir alltaf nýjar undir og svona einhver leyti finnst mér til dæmis eins og í útvarpi, að við erum nú í útvarpi, að mér finnst ríkisútvarpi ekkert sérlega gott í svona samfélagslega umræðu. Nei. Hún hefur svolítið verið skilin eftir á Rás 1
það sem svona frekar eldri hlustundur, það sé ljóst. Og í svona fastmótuðu þáttum, það morgun útvarpið bæði í Rás 1 og Rás 2 sem svona samfélagsumræða. En svo hitt svona fastara formi einhvern veginn. Það svona eins og samfélagi í nærmynd sem ekki beint svona frétta umhverfið, víðsjá og lestin sem svona menningarlegt, þannig að það ekki mikið af svona almennri samfélagsumræðu í útvarpi RÚV. Sem mjög áberandi í Bretlandi. Já, það vikulókin. Já. Klukkutíma á vikunni. Er ekki að gleyma ykkur? Nei, ég held ekki. Svo það komið þetta helst sem svona stuttur þáttur í kringum hádegisfréttirnar. En það mjög lítið svona það sem kallað svona current affairs, það ekki mikið. Og svo líka bara svona umræða sem að maður heyrir mikið í finnst mér í Bretlandi og Írlandi og svona. Oft gaman að hlusta á þetta því að þetta kannski svona útvarp eins og Rás 2 hefði geta orðið ef hún hefði áfram að þroskast eins og það var frá tíma Stefáns Jóns Hafsteins. Það sem var menn mun eftir þjóðarsálinni og því. En það var svona meiri samfélagslega umræða svona opnari dagskrá og mér finnst útvarpinn í Bretlandseyjum vera líkari því heldur en því sem hérna hjá okkur. Mér finnst það meira svona tónlistarútvarp á Stöð. Mikið. Stefán Jón Hafstein, hann bauð mér vinnu á Rás 2, þá var ég á fréttastofunni og ég stundum séð eftir það var sagt nei. Það var svo mikil kraftur í þessu kringum. Þetta var svona nýjungar, gert öðruvísi. Og svona meiri kvikara. Maður mana kannski, þetta kannski svona, ég veit ekki hvernig minningar mann séru, en ég man þegar Atli Rúnar var í pólitíkinni. Að þá var hann oft að spila upptökur á einhverjum pólitísku fundum á Suðurlandi og manni fannst það vera svona eins og að það verið meiri svona ákafi að skrá samfélagið eins og það sem að í staðan fyrir við verðum alltaf öll löt, við bara köllum alla hérna inn og smátt verður vinnur formið einhvern veginn og það hálf 8 slottið og verður alltaf eins og þú talar alltaf við Artúr Björgvin í Þýskalandi búin að gera það í 20 ár, alltaf einu sinni í viku og þennan í Danmörku og þannig að þetta ég held að var mjög gott fyrir ríkisútvarpið að fá eitthvað svona eins og Stefán Jón var sem að tæki og myndi aðeins hrista upp í þessu. Það eitthvað gelt þarna inni. Já, sammálaður. Svona væri meira afgerandi í dagskráin. Og ég held að en hann sagði eins og Kristján Jóhansson sagði eins og við mig að hann var að tala að það væri engi klassísk tónlist í útvarpinu. Ég sagði hvaða vitleysa maður. Það á Rás 1. Rás 1? Hún handónið eftir poppararnir náðinni. Það eru 68 kynslóðum að taka yfir. Nú erum allar hlusta á Beatles og Rolling Stone. Ég myndi vilja hafa þetta klassík og jazz eins og var ekki landaði Því það er nóg af hinnutótinu Svo Rondo, ég bent honum á það, þá sagði það ekki dagskrá. Það er bara að vera að spila. Engin umfjöllun eða neitt, ekki einu sinni kynnt hvað þetta er. Nei. En það við lifum líka tíma sem að ég held að séu flestir sammála á því að þetta er svona tími það sem er mikilvægt að við höldum upp í samtali í samfélaginu. Það er svona það sem er að gerast í Bandaríkjunum og er að gerast en komum þetta heim, bara komum inn í þetta stúdíó hér. Eins og þegar við vorum með vettvang dagsins á það. Það voru 4 samræður þetta. Og þetta er bara úrvalsefni. En það er minnst að þetta sé þetta hlutverkum RÚV að vera með ólíkar raddir við borðið og við þurfum kannski er þetta erfitt fyrir samfélagið. Þetta er svo að fara í gegn einhver brimskafl og kannski bara þurfum við að fara og það getur verið að einhvern samtali leysist upp í einhverja vittleysu en svo bara höldum við áfram að ég myndi halda að þetta var eitt af hlutverkum Ríkisútvarpsins að bara íta undir og efla samtal í samfélaginu öll mál. Við erum sammála, bræður.
Við fórum að tala um fjölmiðla, það ekkert mikið að gera þannig á þingi, þetta ekki allt svona svipað og við reiknum með? Miðflokkurinn er óþekkur, Guðrún að reyna að finna svona einhvern stað fyrir sjálfstæðisflokkurinn sem svona ábyrgur stjórnarandstöðuflokkur, á meðan að miðflokkurinn alltaf vera óþekki. Já, þau alltaf vera óþekki, það er ekkert reynt á það, sko. Framsókn svo sært að það eiginlega, maður áttast ekki alveg á þeim. Það eiginlega eitthvað, staða Framsóknar mjög merkilegt, sko, að Sigurður Ingi talar ekki nógu skýrt, sko. Mér finnst, hann segir að við höfum talað skýrar stefnun okkar, en það er enginn að meina það. Það er bara að hann verður að, sko, framtíð flokksins, hvernig hann sér hana, alltaf undir sinni. Hann sér hann ekki. Hann kannski sér hann ekki neina sérstaklega framtíð. Nei. Sér þú einhverja framtíð fyrir þau? Nei, ekki það ekki. Ég held að þau eftir að bara finna hvers svona flokkur ætlar að verða ætlar að færi sín hann færiði með fast Sigurður Ingi sko, ég sagði það ekkert um hann væri hægri sinnaðasti formaður Framsóknarflokksins nema ef vera skildi sko Halldór Ásgrímsson á síðustu metrunum og ég alveg á því og ég myndi halda að leið Framsóknarflokksins væri að fara svona allir vilja leita rótunum að fara að rifja aðeins upp hvað snýrist þessi sko samvinnu hugsun. Er það ekki eitthvað sem við getum gert? Eða eigum við að bara alltaf að vera að ýta undir stórfyrirtækin eins og Sigurður Ingi gerði sem hluti, hann fór að tala um þessi samvinnuverkefni sem var mjög sérstakt fyrir formann Framsóknarflokksins og þá var það sem kallað sko PPP að fá einkaaðila til þess að fjármagna og byggja upp innviði. Ég held að gamlir samvinnumenn hafi sko hrist hausinn við því að þetta því að hugmyndin á bak við samvinnuhreyfinguna var að búa til atvinnu fyrirtæki sem að vera byggð upp á félagslegum grunni stöðuleika og líka bara til mótvægis við einkagróðan. Ég meina samvinnuhreyfingin har aldrei haft neitt sérstakann áhuga á einkafyrirtækjum og einkagróða. Það var ekki fyrir en að sambandi hrundi og starfsmenn sambandsins náðu undir sig eignum samvinnuhreyfingarnar og fóru að reka sem einkafyrirtæki að Framsóknarflokkurinn ákvað að vera flokkur þeirra sko. Svona Ólafs Ólafssonar og Það heit allir, ég að reyna að rifja upp fleiri nöfn. Já, ég ætla ekki að segja það. Nei. Þetta gerist á tíma Halldórs Ásgrímssonar og þá verður flokkurinn svona miklu líkar í sjálfstæðisflokknum í svona hugmyndum hvað það sem að drífur áfram samfélagið. Það var í Framsóknarflokknum var svona félagsleg taug sem er stundum bara mjög erfitt að finna. Samt sko síðustu metrum Halldór sem formans og þá sem sko í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokki að þá var hann sem innlegur Evrópu sinni en ekki sjálfstæðisflokkurinn. En sjálfstæðisflokkur var samt þarna að raunhafi upptaka á evru var auglýsinga herferð sem að Bjarni Ben var með. Já, og Bjarni Ben og Illi Gunnarsson skrifu grein það var samþykkt á landsfundi að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort þetta hefja aðildarviðræður. Þannig að á þessu tíma var sjálfstæðisflokkur líka nær Evrópu heldur en núna. Ég held hins vegar og veit ekki alveg hvernig ég get útskipta. Ég held að Kristrún Frostadóttir hafi enga sérstakann áhuga á þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Ég held hún lítið á það við ættum eiginlega að vera einbeitt okkur allt öðru. Þetta mun leysa upp pólitíkina bara í kringum þetta mál og mun vara í sko 1,5 ár áður en að atkvæðagreiðsla fer fram og mun taka allan fókus og reyna mikið á í ríkisstjórninni þar sem annars vegar með Viðreisn og hins vegar með Flokk fólksins. Ég held að hún segi bara ekki einhver leið að ég láta þetta bara hverfa sko. Ég held að. Nú þurfum við aðeins að laga til. Já, þú veist, þetta er ekki það mikilvægasta sem við stöndum frammi fyrir í íslensku samfélagi að fara að kjósa um Evrópusambandið. Ég hef grunn það að ég veit ekki hvernig hún finnur það, þetta er náttúrulega í stjórnarsáttmálunum, þannig að þetta er flókið mál. Já, það er það. Herðu, já, við ætlum að... Það er KR.
Það K.A. og K.R. að spila eftir. Já, Guði hjálpi K.R. Þetta þá lokinn á þættinum Synir Egils. Við þakkum gestunum sem hingað komið og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakkum við mest sem hafi verið að hlusta eða horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Ég minnum á sem að við gerum stundum að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með að segja vinum á vandaminu frá efni sem ykkur líkar. Og þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka segja þar útvarpsendingar á spilarann. Spilarinn á netinu, spilari.is, en svo spilar líka app sem á hlaðinu í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma. Þar eru með 5 á fjárstýringunni. Kannski vill með önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma á sólahring, 7 daga vikunar, allan ársins hring. Samfélagsumræða í þættinum Synir Egils, Rauðaborðinu og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gerst áskrifendur. Það eru bakhjarlar okkar sem hafa gert okkur mögulegt að byggja upp samstöðun og halda henni úti. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappi sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.750 krónur sem grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta orðið gott hjá okkur í bili. Ég kem hingað næst annað kvöld, á mánudagskvöldi klukkan 8, þá var það sagðar fréttir samstöðurinnar en njótið þess sem eftir helginni. Takk fyrir mig.